Endurskoðenda. Þetta árlegur viðburður hjá félaginu, alltaf í janúar og búin að vera síðan, ég veit ekki hvenær, ef einhver veit það, væri gaman að fá upplýsingar það. Það heyrist í mér eitthvað ekko. Er það farið? Við bíða aðeins. Afsakið, þetta var smá ekko í byrjun, vona að þessi fari núna. En við vorum að reyna að grennslast fyrir hvenær félagið hefði byrjað að vera með skattadaginn, en fórum í sögu félagsins sem var gefin út fyrir einhverju síðan og þar var ekki að sjá neinar upplýsingar þetta. Þannig að við þurfum að halda áfram að grennslast fyrir þetta. En ég held samt að skattadagurinn sé ekki búin að vera í 90 ár en félagið 90 ára á þessu ári. En þetta alltaf mjög skemmtilegur viðburður. Í byrjun hvers árs þá byrjar maður að rifja upp skattamálin. Það byrjar að koma verkefni hjá okkur sem tengjast skattamálum og áhugavert að fá svona gesti inn og til að svona setja okkur í gírinn og upplýsa okkur helstu skattalega breytingar og fara yfir nýlega úrskurði og dóma. Og svo hefur við alltaf verið heiðruð á þessum degi að fulltrúum frá skattinum og meðal annars í dag Elín Alma frá skattinum og það alltaf mjög skemmtilegt og áhugavert að hlusta á hvað skatturinn hefur, hvað skilaboð skatturinn vil koma á framfæri til okkar. Og ég vil bara hvetja félagsmenn til að nýta þetta tækifæri þegar við höfum fulltrúa frá skattinum og vera duglega að koma með spurningar og bæði þetta að koma með þá kannski, það kannski ekki hægt að koma spurningarstreymi, afsakið. Ég veit ekki hvernig það gengur fyrir sig, en allavega þeir sem hérna í sal, sem 45 mann sem hérna í sal en í heildin yfir 200 manns skráður á viðburð og þannig að vonandi eigum við svona gott spjall skattamál hér í dag. En ég man alltaf í byrjun þegar maður var að byrja í endurskoðunni þá var alltaf í byrjun hvers árs þá byrjaði maður alltaf á því að bara lesa skattalögin og rifja upp og ég held að það sé bara góður siður. En núna ég náttúrulega svo vel búin með svo mikla sérfræðinga með mér eins og Steingrím og Guðrún Björgu og fleiri sem að vinna með mér og ég þarf ekki lengur að lesa skattalögin, ég get bara hringt í þau með spurningu og ég var einu sinni að þjónusta einn viðskiptavinn sem ég aðstóð alltaf við skattframtal og svo kom hann með ég var á fundi með honum og hann kom alltaf með einhverjar spurningar og ég bara hringi alltaf í Steingrím jafnóðum og þá sagði viðskiptavinnurinn, býtu, er þetta vél eða þannig að við eigum marga og mikla sérfræðinga í skattamálum í félaginu og vonandi heldur þeim áfram að fjölga. En við erum búin að vera langar að koma aðeins inn og minna á að Unnar sem eru upptekin á norrænum fundi, Unnar sem framkvæmdastjóri félagsins, hann upptekin núna á fundi með framkvæmdastjórunum á Norðurlöndunum en kemur kannski eftir. En hann var á mánudaginn, eða þriðjudaginn var hann á RÚV í Viðtali þar sem hann var að fjalla hversu fáir fari í þetta nám að læra endurskoðun og sem svona, við sjáum bara fram á mikið vandamál að það verði kannski ekki svo margir endurskoðendur í framtíðinni nema það eitthvað breytist og ég hveti ykkur til að hlusta á þetta viðtal, mjög áhugavert og endilega bara fá aðra til að hlusta. En ástæðan fyrir þetta viðtal var Rás 1 og ástæðan fyrir þetta var farið með þetta Rás 1 við erum að reyna að ná til
ömmu og afa og foreldra og hvetja að það eru þeir sem hafa áhrif á unga fólkið. Þannig að við fengum einn afinn kom í heimsókn til Fle með barnabarnið sitt sem var í líffræði og hann vildi að félagið kynnti aðeins námið eða starfið fyrir barnabarninu sínu og ég held að Unnar hafi náð að snúa barnabarninu við og það sé að fara yfir í endurskoðun og reikningsskil. En bara endilega verum duglega að tala hvað þetta sé skemmtilegt og sérstaklega kemur á skattamálum þá er þetta þá er sérstaklega gaman þegar við erum að tala skatt og þetta er eiginlega ein vinsælasta ráðstefnan, það er svona fjölsóttasta á vegum félagsins og ég bara veit að við höfum von á mjög góðum tímum núna í dag í vændum og þá ætlum ég bara að biðja Hauk Pál að taka við og stjórna þessar ráðstefnu í dag. Takk fyrir þetta, Kristrún. Ég vil bara bjóða alla velkomna, bæði í sal og streymi og fyrirlesarana sem ætla að koma fram í dag. Í dag ætlum við að bjóða upp á 4 fyrirlestra eða 4 erindi, 2 fyrir kaffilé og 2 eftir. Kaffilé verður klukkan 10:30. Svona ætla bara að minna á nokkuð praktísk atriði, endilega slökkvið á símum eða setja á hljóðlaust þeir sem eru í sal og vil biðja fyrirlesara að virða tímamörk sem sett eru. Ég læt ykkur vita eftir hver þau eru. Fyrst á svið er Vala Valdísdóttir. Hún ætlar að fara og reifa nokkra áhugaverða og nýlega úrskurði og dóma. Við þekkjum væntanlega flest öll Völu ágætlega. Hún hefur verið lengi í bransanum. Hún starfaði til dæmis í 10 ár hjá ríkisskattstjóra og fór síðan til Ernst & Young, KPMG, Deloitte og Tax lögmanna. En starfar nú hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur sem hún er búin að vera þar í 8 ár og sinnir einnig kennslu við HÍ og Háskólann á Bifröst. Þannig að ég vil bara bjóða Völu velkomna á svið. Já, ég er allavega þar glýrun á þetta, sko. En góðan daginn, já, það er alltaf gaman að koma og það er svona þetta er svona viss fasti í árnu að koma hingað, allavega eins og er. Og það er nú töluvert mikið úrskurðum. Það er 170 úrskurðir, yfir skattanefndar síðasta ári, sem er búið að birta, svo er einhverjir dómar. Auðvitað fer ég ekki yfir alla þessu úrskurði, þá var ég nokkra daga hérna, en ég ætla svona, ef ég sé þetta, ég ætla að fara fyrst yfir úrskurði yfir skattanefndar og síðan nokkra dóma. Og fyrst er það þetta er náttúrulega algjörlega vonlaust dæmi hérna. Jæja. Ég skil ekki, ég kvartaði í fyrra og það er ekkert hlusta á mig. Ég er að fandi helst ég, sko. Já, þá heyra þér ekkert sem er í streymi og það bara verður að hafa það. En allavega, það er fyrsti úrskurð sem ég ætla að fara yfir, það er númer 3 frá 2024 og það varðandi íþróttastarfsemi. Þá vildi einhverjir sem voru með mini-golfbrautir sem töldu sem verið í rauninni íþróttastarfsemi. Það er en þetta var með sér kært til lífeyrisskattanefndar, merkilega nokk. En þarna alveg skýrt að ákvæðum virðisaukaskattslaga og maður verður alltaf að hugsa um það í rauninni að undanþágur þær eru yfirleitt skýrðar þröngt. Og einungis nær ákvæði til aðgáðsverði aðstöðu íþróttastarfsemi íþróttamannvirkjum með venjulegum skilningi SOS og ekki til einhverja mini-golfbrauta sem er í rauninni eins og yfirskattanefnd sagði fyrir afnot og aðstöðu til hreyfingar eða dægradvalar í annars konar húsnæði. Og þannig er náttúrulega líka eitthvað annað að ræða, það er veitingarekstur sem er samfara þessu. Þannig að það gekk ekki upp. Þannig að við byrjum bara létt. Ég veit ekkert hvernig ég á að fara yfir þetta því að ég sé ekki baun þrátt fyrir gleraugun hérna. Ég skott ég prenta þetta út. Svo næsti það er boðunarbréf á rangastað. Þannig er rauninni, nú er þetta allt rafrænt í dag, en það er alltaf kannski ekki allir með e-mail, ég veit það ekki, en allavega.
Þarna var fyrirspurnarbréf og boðunarbréf send á heimili, kæranda, lögheimili, en kærandi hafi síðan flust búferlum en misfarist hafi að breyta póstfangi hans og hinn kærði úrskurður hafi því borist fyrrverandi maka kæranda. Að sjálfsögðu var fyrrverandi maki ekkert að láta hann vita. Þið vitið hvernig þetta þegar fólk að skilja, sko. Það ekki trúarlega mikið gleði þar. Þannig að þetta var kært til lífeyrisskattanefndar vegna þess að boðunarbréf hafi ekki farið á rétta stað. En samt sem áður þá þurfti náttúrulega að fella þetta úr gildi vegna þess að þetta fór ekki á rétta stað. En í umsögn, einmitt ríkisskattstjóri til yfirskattanefndar, sagði bara ríkisskattstjóri að það yrði að fella þennan úrskurð úr gildi vegna þess að það væri ljóst á gögnum að tilkynning hafi ekki borist fyrir að endurákvörðun. Þannig að hún var ekki send og þannig að þessi var í rauninni bara, þetta var umsögn ríkisskattstjóri og það sjálfsögðu náttúrulega bara var yfirskattanefnd sem að sættist á það enda líka hefði hann gert það hvað sem er, en þetta fór þannig. En ég veit ekki alveg, sko, það mjög fáum tilvikum sem að fólk ekki með e-mail af því að nú gerist allt rafrænt, en samt sem áður þetta getur gerst. Ég þekki fólk sem ekki með tölvupóstfang, þannig að það bara þannig. Við komum á næstu. Jesús Kristur, þetta ekki í rétta stað? Jæja, kaupauki og starfslok. Þarna var í rauninni það ræða. Í tengsli við starfslok kæranda 2017, þá seldi hann einbýlishús sitt fyrir 80 milljónir. Menn alltaf feina upp hjóli í þessum efnum. En fasteignamatið, það var 44 milljónir. Og söluverðið 80% hærra en fasteignamatsverð og það getur alveg staðist kannski hérna á Reykjavíkursvæðinu í gömlu hús og eitthvað leys, en þetta var ekki þar og það var ekki hérna höfuðborgarsvæðinu og ekki nýtt húsnæði. Nú, XEHF var í eigimanns kæranda B, það til að seldi alla hlutir sín í félagin til Upsilon og það var málið að þetta var í tengsli við þessi starfslok og ríkisskattstjóri hann vísaði til 57. greinar, var þetta óeðlilega hátt verð og færði mismun söluverðs og matsverðs til skattskylda teknis- og launagreiðslur, kaupauka. Og það kemur fram að með bréfi til kæranda þá greindi ríkisskattstjóri frá því að embættinu hefði borist verðmat 7. apríl 20 undirritað af löggiltu fasteignasala og kemur það fram að áætlað markaðsverð eignarinnar væri á bilinu 47 til 51 milljón og hefði X einmitt selt fasteignina, því að hann seldi til X, að X hafði selt fasteignina árið 20 fyrir 47 milljónir og hefði verið ákvarð með hliðsjón að verðmatinu. Þannig að þetta fór nú ekki vel fyrir viðkomandi. Og yfirskattanefnd segir bara að verðmat fasteignasala var á bilinu 47 til 51 milljónir króna og hefði XEHF selt fasteignina þarna fyrir 45. Og var talið ljóst að söluverð eignanna í viðskiptum B og XEHF hefði verið óeðlilega hátt og ekkert hefði staðið í vegi fyrir því að ríkisskattstjóri byggði á fasteignamatsverði eignarinnar á árinu 2017. Það var alveg hægt að sýna fram á það að þetta fylgdi alveg því. Og ljóst að söluverð eignanna í viðskiptum B og X hefði verið óeðlilega hátt. Og kröfundi kæranda hátt að hafna sig. En þannig að eins og ég segi, menn alltaf að reyna að finna og það er það sem maður sé dálítið í þessum málum núna, að menn sérstaklega fyrirtæki og eigendur fyrirtæki að reyna að finna eitthvað til þess í rauninni geta komið einhverjum tekjum undan, það bara þannig, sorry. Og ég nenni nú ekki að fara einhverja leiðinda bifreiðarhunda úrskurði hérna því þeir eru hundleiðilegir og þið getur bara lesið þá sjálf. Það er alveg drep og ég þurfti að lesa einhverja. Allavega, næsta er tapakröfur, hvað er klukkan? Hún er ekki neitt, já. Tapakröfur. Þarna var í rauninni verið að ræða samlagsfélag sem gjaldfæri tapakröfur á hendur R í skattskilum 2021. Sérðu ekki gleranar? Það voru að nota gleru.
allavega fyrir ekki glemt að fletta, ég hafa flettara hérna. Og þarna var það að ræða að það hefði verið gert árangurslaust fjárnám og greiðsluúrskurðinni hafi síðan haldið fram árið 2022 en og allt þar til félagið hefði verið tekið til gjaldþrotaskipta sama ári, sem 22. Og þetta varðaði skattframtal 2022 og við sjáum það að þarna samt sem áður félagið ekki orðið gjaldþrota fyrir 22 en það allar þessi árangurslausu fjárnám eru árinu 21 og áfram og kærandi hefði náttúrulega ekki gert þetta, var ekki gerðarbeðandi í fjárnáminu og það skiptir engu máli eins og við vitum og ríkisskattstjóri segir að þrátt fyrir árangurslausu fjárnám hafi farið fram á árinu 21 sé ljóst að fyrir hafi verið eignir hjá félaginu upp í kröfu kæranda og enda líka bárust greiðslur 2022 samtals 2,6 milljónir og því sé ljóst að þessi tilviki hafi ekki sannast með fullnægjandi hætti á árinu 2021 hvort og hversu miklar eignir hefði verið fyrir kröfu kæranda. En yfirskattanefnd kemst að annar niðurstöðu og vísar þarna í 14. grein reglugerðarinnar 13/2021. Þannig að ef telja má fullvíst að krafan fáist eigi greidd, þótt framangreind atvik sé eigi fyrir hendi. Og svo talað líka þar með talið tilraunir annarra kröfuhafa að skuldari sé ófær til greiðslu. Og með vísandi þessa og fyrirliggjandi upplýsingar sést árangurslaust fjárnám í eignum skuldarans í október 21 sem ætla verður hafa verið grundvöllur úrskurði gjaldþrotaskipta félagsins 22 þykir hafa verið sýnt fram á umræddar kröfur kæranda hafa verið sannlega tapari skilningi 31. greinar tekjuskattslaga. Þannig við sjáum þarna að þrátt fyrir hafa verið greitt inn á og þrátt fyrir það að gjaldþroti í rauninni verður ekki fyrir 22 úrskurði þá í rauninni fallist á þetta. Þannig að það er kannski eitthvað lærdómur því. Og svo hérna næst langtímaleiga. Þetta allt og langt, já. Þarna erum að ræða langtímalegu og framlegu og það hefur nú verið talað það í fyrri úrskurðum yfirskattanefndar í rauninni að framlega sé í lagi. Það að segja, þarna var verið að leigja til einhverja heilbrigðisstofnunar undir til fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga, ef maður rétt, já. Þannig að það voru 2 leigusamningar hafa verið gerðir útleigu húsnæðis sem báðir falli undir húsaleigulög og þá fellur það undir þetta skilyrði í rauninni A-lið 58. greinar A. Og það hvorki sem heimagistingu ræðan en eins konar atvinnurekstur. Og að fyrrgreindu úrskurði yfirskattanefndar hafa vísað til yfirskattanefndar frá því 22 megi ráða að heilbrigðisstofnun geti haft milligöngu útleigu húsnæðis og þannig framlegst starfsmönnum sínu til búsetu. Og það máli, framlegan í rauninni heimil. Eða það að segja, hún gerir það ekki verkum að viðkomandi þetta út og fari í leigan á tekjurnar rauninni tellist verið einhver annars konar tekjur. Þannig að yfirskattanefnd segir það og ekki verið talað íbúðarán og leigutaka sé fortakslaust skilyrði. Leigutakinn þetta heilbrigðisstofnun og vísa þetta til úrskurða 123/22 varðandi framlegu og það var ekki talið að ríkisskattstjóri hafi verið undir grundvelli skattframtals kæranda án frekari skýringa upplýsingaöflunar að slá því föstu fyrir álagningu opinberra gjalda umrætt ár að ákvæði 3. málsgreinar 37. grein tekjuskatts gæti ekki að neinu leyti tekið til tekna kæranda útleigu og þannig það að ræða það er notuð 95. grein. Ríkisskattstjóri í rauninni þetta tilkynning. Hann í rauninni ekki þessi venjuleg málsmeðferð með fyrirspurn og bla 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 samkvæmt 96 og það það sem þetta fellur á. Það þurfti í rauninni upplýsa frekar stöðuna áður en þessi úrskurður var kveðinn upp og þar af leiðandi hefði átt að fara með máli samkvæmt 97. grein. Ja, næsti. Það duldar arðgreiðslur sjóðs eign í bankahólfi. Ég tók nú bara þennan með það því ég misti svo ótrúlega alltaf þegar fólk að gera þetta. Mér vantar einhvern putta hérna á þetta. Já, þetta komið núna? Já. Þannig sjóðseign í bankahólfi og ríkisskattstjóri færði A tilteknar gjafir í skattframtölum sem gjafir fjármunir sem tilgreindir voru sjóðseign
í reikningsskilum. Og þarna var talið að kærandi héldi fram að fjármunir hefði verið í bankahólfi. Ekki nóg með það, kærandi hann tók myndir af þessu og lét ríkisskattstjóri hafa bara hérna er bankahólfi og hérna er pengarnir, allt það. Hann hafði náttúrulega vantrú, maður hefði séð þetta, hann hafði vantrú á bankakerfinu. Alveg ótrúlegt, menn sé að segja þetta, munið eftir úrskurði fyrra, það var akkurat þetta, hefur vantrú á bankakerfinu og þar að leiðandi setti peningaskáp, en það er svo sem í rauninni gengur ekki upp, en þetta mál féll öðru. Mótmæli kæranda tekið kæru til yfirskattanefndar reist og því greindi fjármuni hafi ekki verið afhent í kæranda til eignar ráðstöfunar heldur einungis verið varðveittir í bankahólfi. En yfirskattanefnd segir bara að fram er komið að B var starfsmaður félagsins og heldur þessu áfram og á þeim árum máli tekur til, en því virðist ekki til að dreifa hvað var að snert kæranda A. Og miðað við þessar aðstæður og í ljósi þeirra skattframkvæmda ríkisskattur sem telji verið fastmótað að viðurkenna frádrátt rekstrarkostnaðar hjá einkahlutafélagi á móti greiðslum þess sem falla undir 11. greina, það er duldar arðstekjur, og þá hefur þýðingu hvort greiðslurnar teljast til að báðum hlutum einungis kærða og það var vandamáli hérna. Þannig að breytingar sérst ríkisskattur á skattframtali kærenda voru felldar með öllu gildi þó hafi verið ljóst í rauninni þarna eins og kemur fram að þessar greiðslur hefði ekki verið óviðkomandi, það var ekki ljóst hversu mikið og þar að leiðandi féll þetta. Já, þannig þetta hefur séð áður ekki. Ekki nákvæmlega svona muni fyrra, það voru 448 manns sem hefðu borgað inn á reikninga einhverju konu vegna einhverju rosalega sérstakra hvað segja, já, einhvers konar venju í heimalandinu, þetta er náttúrulega mikið bull, en það því miður, það mál datt, en hérna þetta, þá er það að ræða að þessi kærði var sérst eigandi alls hlutafjári X og stjórnarmaður framkvæmdastjóri prókurhafi og skatturastjóri færði sérst kæranda til skattskila tekni framtölunum samtals 74 milljón króna, cirka þetta, og svo að fellda niður vaxtabætur, barnabætur, barnabót og ekki og eitthvað svona. Og það var að ræða greiðslu til alls 31 aðila í alls 732 færslum á rannsóknartímabilinu. Og þetta er allt mjög sérkennilegt og í kærunni segir sérstaklega vikið að greiðslu vegna N, sem er einhver vinkona kæranda, og kemur fram sé að ræða starfsmann X og vinkonu kæranda sem hafi verið að senda fjölskyldur sinni í útlöndu peninga með aðstoð kæranda. Við höfum heyrt þetta áður líka í þessum úrskurði í lok árs 2023. Verst að þeir sluppu með það þar. Nú hérna í kærunni rakið að skattframtölu kæranda sé ekki taldi með tekjum happdrættisvinningar. Djöfullin. Happdrættisvinningar í E, þannig að það var líka talið verið að hluta tekjun hafi verið happdrættisvinningar sem kærðu hlotnast, vinningar af tæpa 19 milljónir, yes, eða ekki. Og þá hafi kærandi fengið lán frá F af fjárhæð 8 milljónir. Þetta er allt svona, og selt bifreið fyrir 3 milljónir. Svo þetta sönnu þess að viðkomandi hefði ekki haft neitt þurfti á fjármunum að halda frá X til að fjármagna einkaneyslu sína. Og ég ótaldi fjármunir sem kærandi hafi unnið í spilakössum. Ef maður vinnur í spilakössum, þá er eins gott að taka kvitturina með. Og það rosalega heppni í spilakössum. Það var eina mannskjörn í Íslandi sem heppni í spilakössum, held ég. Allavega, og svo greitir hafa verið henni út í reiðufé. Og fjölmargir aðalega hafa lagt inn á bankarinn kæranda á greindum árum eða fengið greittur á kæranda. Jæja. Hérna held áfram. Hérna var ég komið á hvaða klæri er ég? Já. Og kærandi sérst í rauninni taldi að hann hafi verið mjög heppinn í spilum og afla mikilvæg skatt fyrir að svo tekna og ekkert hafi verið hirt að rannsaka hvað kærandi hafi unnið mikla fjármunni í spilakössum. Og þá hafi kærandi verið virkuð þátttakandi samfélag á Íslandi
þar sem ýmis peningaspil og happdrætti tíðkist. Já. Nú, yfirskattanefnd, ekki kom flett, jú. Hann segir bara að það verður að skilja kenna svo að því sé haldið fram að hluti innborgana bankarnir kæranda í reiði fyrir umrætt ár sé komin að greiðvirkni kæranda við vini og samlanda og sé þannig óviðkomandi restur félagsins. Og skýringar kæranda uppruna fjármagn sem málið tekur til, þess eðlilega gera verið þá kröfu þessi stuttar við hlindugögnum sem var ekki gert að sjálfsögðu. Og þannig var í rauninni, þessu var öllu hafnað, kröfum kæranda. Þannig að þetta er svona ekkert ósvipað mál og hérna í lok ársins 23. Hér er arðstekjur lækkun, ég veit ekki hvort þið kemst yfir þetta allt saman hérna í dag, ja. Og þannig að flutti kæra til Íslands þess að 2021 og telt varum ákveðna arðstekna vegna greiðslu kæranda í tengslu við hlutafjárhækkunni X EHF árinu 2022 og merkilegt þetta rataði með sér á síður hérna einhverja viðskiptablaða og kærandi byggði kröfu sína á stofnverðið hefði verið hérna stofnverðið á því að við ákvörðu stofnverðs hluta hans í erlendu félögunum byrja með við gangverð hlutana við upp að ótamarka skattskyldu hans á flutningi til Íslands. Og þarna aðalkrafa sérst var lækkun skattleysis arðs vegna lækkun hlutafjár X byggð á því að tekjur sem myndast hafa vegna hækkunar á virði hluta í B og C fyrir upp á ótamarka skattskyldu á Íslandi sé ekki skattskyldar hér á landi. Og þetta er komið hérna, yfirskattanefnd segir heimilsfresti 2022 leiði til ótamarka skattskyldu, það er alveg ljóst. Og hérna honum er því skylt að greiða tekjuskatt á öllu tekju, hvað sem er aflað hér á landi. Og svo segir varakröfu að skipti D, sem í rauninni er talað að hafi gerst úti, urðu áður en kærandi flutti til heimilisfresti sitt í Íslands og fór skiptið þess fram að erlendu rétti, segir yfirskattanefnd. Og ekkert hefur komið fram með það að kærandi hafi svarað skatti erlendis að verðmætisaukningu hlutabréfa, þannig að yfirskattanefnd gerir ráð fyrir því að þarna hafi verið með skiptingu, frjálsa skiptingu að ræða að erlendu rétti. Þannig að þarna var kröfum kæranda hafnað. Næsta vindorkuver, þarna var bara fyrirfram skráningu. Svo lítið með þetta að segja annað en það að eins og þið vitið og þið náttúrulega kunnið það alveg ekki. Þetta er reglugerð skráningu við vatnsskilda aðila og þarna er hægt að vera að framhalda skráningu að uppfylltu skilyrðum hérna í reglugerðinni og þarna var deila það að það hefði verið framhaldið og gefið leyfi aftur og aftur vegna þessa vindorkuvers varðandi skráninguna en þá eins og yfirskattarinn segir skiptir meginmáli hvort starfsemi sé sjálfstæð reglubundin og hvert umfang hennar er en endareikin í hagnaðarskyni og í rauninni það sem að ríkisskattstjóri taldi vera að þarna væri ekki með ræða fjárfestingi í varanlegum rekstrarfjármunum eins og segir í reglugerðinni og þar af leiðandi hefði ekki mátt fá áframhaldi fyrirfram skráningu eða framhaldi á þenni. Og það vísa bara til 5. grein vatnslaganna og reglugerðir um skráningu og nefndu ákvæði hafi fyrst og fremst verið ætlað að vera til greiningar á því hvort starfsemi aðila teldist rekin í hagnaðarskyni eða fælist í tómstundastarfsemi. Þið munið eftir vatnsbyrjunum. Það var ekki svona tómstundastarfsemi, það var engin starfsemi, en allavega. En það er málið, fyrst og fremst það og svo vísaður til þess að það sé ekki eingöngu efnisleg gæði felld undir varanlegri rekstrarfjármuni, segja þær. Og vísa þar til 32. greinar en það er náttúrulega rauninni að kostnaði við tilraunarvinnslu markaðsleitar rannsóknir og fleira taldist áður til fyrnanlegra regna og varanlegri rekstrarfjármuna. Fallist gröfu, næsta. Hérna er með söluhagnað og frestur skattlagningu framleiðslu eftir í landbúnaði. Þarna var það nú bara frekar einfalt í rauninni. Þar var að ræða að kærendur færðu tekna sölugna vegna framleiðsluréttar í landbúnaði, það er greiðslumark sem mjólk. En síðan voru með aukafyrningu vegna bygginga á fjárhúsi en þeir hættu mjólkuframleiðslu 22 og seldu allt greiðslumark í mjólk
en hefðu einnig verið með sem sauðfjárrækt áður og þurfti að byggja sérst nýtt fjárhús vegna þess að þeir voru að svona stækka þann business og hefði verið færð aukafyrningamóti tekifærðum söluhagnaði. Áfram hérna, það fara fljótt yfir þetta. Yfirskattarnir segir bara að ekki verður byggt á 14 grunn tekjuskattslega, þar sem ekki verður að ræða söluhagnað fyrnarlegra eigna, samkvæmt 13. grein. Og hvað snertir heimildir niðurfærslu í 4. málsgrein 15. grein og þá segir bara að hún bundi við það að tilgreinda nýrra eigna sé aflað í staðinn og fyrir liggur að kærðu öfluð ekki samskonar eignar eða íbúðarhúsnæðis til eiginnota. Og þar að leiðandi var kröfu kærðu hafnað. Ég ætla að reyna aðeins að flýta mér hérna. Svo er það tækifærisgjöfin. Það er svo sem ekki, þetta er ekki merkilegur úrskurður, en samt sem áður, hann er merkilegur að því leitinu til, þarna var tækifærisgjöf að ræða í peningum. Og þetta var 50 samali viðkomandi starfsmanns, hann verið að kaupa gjafakort í Íslandsbanka við 863 evrur. Það er fullt annað í þessu úrskurði, mér fannst þetta bara áhugavert. Og ríkisskattstjóri vísaði þarna til 50. grein tekjuskattslaga og til þess að í rauninni sagði bara að það var ekki heimilt að draga þetta frá vegna þess að verðmæti þeirra væri ekki meir en gerist slíka gjafir almennt og vísa þar til að kaup kærat á öðru gjafabréfi á sama hári, sama starfsmanns fyrir lægri fjárhæð. Hann er kannski bara verið 30, ég veit það ekki. Allavega, en svona var þetta og nefndin segir, vísar þarna til ákvæðisins, muniði, þegar það breyttist og athugasemd við 5. grein frumvarpsins og nefndin segir að falla smá á með ríkisskattstjóri leggja bara almennar hlutlega mælikvarða á gjafir án tillits til umfangs starfsemi fyrirtækis eða stöðugt gjafþega. Það gerir þó ekki fyrir að tekið sér tillit til tilefnisgjafa hverju sinni. Það er hvort sé að afmælgjöf, gjöfi tilefnis starfsheimilis eða annars konar gjöf sem telja máti tækifærisgjafar. Og vísa hann við úrskurð 2001 þar sem fallist var frátæknina sængugjafar til starfsmanns. Og síðan segir, og við áttum okkur þetta gjafabréf í Íslandsbanka, en þetta er 2017 og þar segir yfirskattanefnd byggt að því einu sem lá fyrir verðmætigjafa til annars starfsmanns kæranda. Þetta liggur fyrir ekki tilnefnina og þá til þess að líta til að fyrrgreindur skattmarksreglur ríkisskattstjóra fyrir tekjuárið 2017 er engum sérákvæðum til dreifing gjafi til starfsmanna slíku tilnefnum sem hér ræði. Fallast ykkur kæranda. Þannig að ég er að velta fyrir mér. Það vísa þarna í skattmatið og segir bara, heyrðu, ok, þannig að skattmatið með þetta, ef því er breytt, þá ræði það. Allavega ég er ekki alveg, ég veit ekki hvað yfirskattarnir nákvæmlega segja hérna, en ef það er, þá finnst mér rauninni dálítið langt gengi í því að skattmatsreglur séu í rauninni bara, já, lagasetningarreglur. En, kannski sjáum, það er einhver nýjir úrskurðum sem er skattmat eftir að koma í greiðslukortin, eftir í rauninni að það kom inn í skattmati, þannig að, eða þessi peningakort eða bankakort, þannig að þá eftir að koma í ljós. Vonandi kærir einhver það ef það verður tekið á því einhverjum úrskurði. Hér eru skattrannsókn líka duldar arðgreiðslur lánveiting tengst aðila. Er ég komið þangað? Já, eða ekki? Þetta er allt of mikið hjá mig, skalisaukur. Ja. Þarna var rannsókn skattrannsóknarstjóra bókað skattskilum X og samlega fór náttúrulega fram rannsókn á félaginu. X EHF sem kærði að vera eigandi félagsins og svo X félaginu. En með þessum kærða úrskurði hækkaði skattrannsóknarstjóri ríkisins skattrannsóknarstjóri má maður segja bara tekjuskatt og útvarsans kæranda 259 milljónir Hafnarfjörður. Það var dálítið tekið út úr gleðibankanum þarna. Ja. En þetta var alls margt sem að tekið út þarna. Það var fyrst fasteignin M, kaupsamningu fasteignina á milli Yfsl EHF sem seljandi og kæranda sem kaupa þetta. Kaup fyrir 405 milljónir, X EHF greiddi 220 milljónir, ekki kærandi. Í skattframtali kæranda síðan tekið árið 21 hefði fasteignin verið færð sem eign
kæranda og gerð hefði verið grein fyrir skulda fyrir 185 milljónir vegna M. Og svo alltaf menn eigum að passa á þessu tölvupóstur, segir henni bara, sjáið, sæll, ég þarf að breyta þess eignarhaldinu á húsinu. Hvernig er best að gera það? Við afsal, eftir afsal. Ætla að setja það að hluta inn í félag. Svona gera menn ekki, en þetta er náttúrulega alveg ótrúlega klaufalegt, en það er menn heldur betur að koma upp úr sig. En þarna hafði kæranda þess tíma litið á þessi kaupanda fasteignirnar og áform hans hafði staðið til þess að félag að öllu líkindum á hans eigivegum við eignast fasteignina allavega. Svo segir bara hérna, við ætlum að fara aðeins áfram bara hérna, svo langt. Þannig að þetta var sem sagt fasteignin og hann skuldaði 185 milljónir, félagið borgaði 220 milljónir fyrir hann. Síðan kemur dóttir kæranda, fékk greidda 21,5 milljón frá X sem hún nýtti til kaupa á íbúðarhúsnæði og þetta var þetta bara 2,5% vexti óverðtryggða og ekki veð fyrir láninu og lánsamningu undirritur hann ekki vottaður. Og síðan var segir að kærandi almennt viðskiptalán sem sé undanþegið banni, segir kærandi, einhverjulutafélag við lánveitingum, það handlar ekki rétt, þetta er ekki almennt viðskiptalán, þá hafi lánið þjóna sama tilgangi stuðningslán, hins opinbera við fyrstu kaupandi íbúða. Jæja. Og svo kemur yfirskattarinn, getur ekki talist vera venjulegt viðskiptalán, að sjálfsögðu ekki. Og svo hérna næsta, þá leiga fasteign á Spáni, umrætt fasteign 544 fermetrar og kærandi taldi að fasteign hafi verið leigð þar sem hann hafi verið að skoða fjárfestingartækifæri erlendis en vinkona kærandi var skráð til heimilis á sama stað umrætt tíma og skattarstjóri tekjufærið þannig 12 milljónir. Yfirskattarinn segir bara húsnæði hafi verið aflað til persónulegra nota, ég held að það sé ljóst í þessu máli. Kæranda og venslamanna hans og talið því persónuleg útgjöld. Já. Og svo í viðbót ýmis útgjöld að fjárhæð 4,2 milljónir og þarna var alveg svo, það var veiði í straum fyrir þá og svo náttúrulega kannski, þú veist, ef þú ætlar að reyna að fá okkur til þess að vera með þér í glæpnum, þá er eins gott að tala við hann, segi ég bara. En þarna ljóst að í skýrslutöku hefði hann sagt að sko, hann hefði boðið G á fótboltaleik til að vera í góðum samskiptum við banka, sýnilega bankastarfsmaður, en G neitaði því við skýrslutöku, hafði þegið gjafir eða ristum frá XFF og hvaðst hann hafa kannað með kaup á miða á fótboltaleik hjá kæranda og vinum hans, þar sem þeir verið með ársmiða sem þeir seldu stundum þegar þeir nýttu þá ekki sjálfur. Þess að segja, þú veist, segja að gaurinn sé þarna, hann er einn af þeim sem var að njóta þarna og þar á leiðandi hefði verið risna en á sama tíðan segja bara nei, ég keypti honum miða. Þannig að sko, halló. Þannig að þetta er svona allt voðalega klaufalegt, vægast sagt. Og þetta er persónuleg útgjöld auðvitað. Og áfram hérna, það er dálítið mikið af skattarannsóknarmálum, fyrir ekki mjög lítinn hluta af þeim. Og hér er dálítið skemmtilegt. Hér er skattarannsóknar skammtímaútleigu og restarkostnaður. Þarna var einhverju vísur sem að ráðgjafi sem kunni ekki að reikna, örugglega verið lögfræðingur held ég. En allavega þarna var það að ræða. Þetta var takmörkuð skattskylda og kæranda hefði verið skráð á vatnsskrá með einstaklingsrekstur en ekki varðandi þetta. Hann sagði bara, hann vill ekki tjá sig, hvorki vilja tjá sig greiðsluna né útleigu fasteigna, bara no comment. Og hann hefði búið að starfa erlendis, skattarstjóri sagði bara hann hefði antalið í rekstrartekjur samtals 43 milljónir og svo framvegis og svo er það máli. Skattlagning samkvæmt 5. tölulið 3. greinar tekjuskattslaga, það er að segja sama tölulið þá 70. greininni, eru fjármagnstekjur. Eða þá er spurningin hvort það hefur þetta skattleggjast samkvæmt 4. tölulið 3. greinar tekjuskattslaga, það er 4. tölulið 70. greinar, föst starfsstöð. Og ef maður er með fasta starfsstöð og atvinnustarfsemi þá er náttúrulega frádráttur vegna rekstrarkostnaðar. Og yfirskattarinn segir bara skattlagning grundvelli 5. töluliðar sé kært óhagfelldari en skattlagning með forsendur SRS.
og það var krafan hjá hann er sérst fór fram á hann er skattlagður sem fjármagnstekjur eða þetta verið skattlagður sem fjármagnstekjur sem var óhagfelldara fyrir hann. Það var hærri skattur ef hann hefði ferð þangað. Ég veit ekki hvað að reikna fyrir hann, en hann var ekki drosalega góður að reikna. Og þannig, og svo bara var kröfum kæranda hafnað ímyndlegs og svo líka var vanræfið þessi vegna þess að bara fallast á einhvern frádrátt og síðan var líka krafum afreining vask tilnæmslaust þar sem að SRS tók tillit til þess. Þannig að það var svona allt frekar klaufalegt. Betra að kunna reikna. Jæja. Svo bindað álit. Valdsvið og kæruheimild, þetta er í rauninni bara það að þarna hafði ríkiskasturi hafnað beiðni kærð og erlent félag bindandi álit á því hvort uppfyllir skilyrði með endurgreiðslu vask og yfirskattarnir sagði bara að það væri að sjálfsögðu hægt að kærð að vera unnt að skjóta þeirri ákvörðu yfirskattarnir það grundvellilega bindandi álit. Þannig að það var bara ákvörð ríkiskasturi að felldu gildi og kæran sendi ríkiskasturi meðferð á afgreiðslu. Þetta var til valdsvið. Síðan er svört atvinnustarfsemi, enn ein atvinnustarfsemin sem er svört, eða svona, þetta er dálítið svona, ég var nú bara þreytt að lesa þennan. Ef þið lesið þennan, þá er þetta bara eins og lesa spennusögu, allan að skýrslutökurnar. Þetta var náttúrulega bara hræðilegt. Það vissi, það voru einhverjir menn sem voru fengnir til að vinna eitthvað, þeir vissu ekkert hvað að gera, það að fengi veflykill hjá þeim og segi, ok, don't understand Icelandic. Og það fengi veflykill, fyrir ekki, það var bara hræðilegt. Og svo var bara gengið í bankareiningu, hann notaður, hjá viðkomandi aðal sem vissi ekki neitt. Allan neyðisögn. En þetta er svona úr skýrslutökunum, þetta er náttúrulega bara hilarious. Það er þeir telja hvern annan hafa verið krimma og dópista og þarna sem var í skýrslutöku, hann segir bara ég veit ekkert hvað þetta, ég hef aldrei unnið við það, ég veit ekkert hvað þetta, ég þekki hann ekki. Ég held að sé bara krimmi, svona er þetta. En lesið þessi skýrslutöku, það er alveg bara, ef ykkur vantar eitthvað til að lesa, það er ekki með krimma á borðinu, er ekki Storytel, lesið þetta. Þannig að heldum við áfram og þarna hafði bara neitað að hafa gefið út þessa reikninga. Og þetta er bara allt svona skrítið. Hann að það var gefið jóði vini sé, sem er krimmi, samkvæmt öllu, leyfi til að stofna bankareiningu sínu nafni. Það grínast í mér. Og niðurstaða yfirskattarnefndar var einstaklingur stillt upp sem undirvertingum sem fengu greiðslurinn á bankareininga samkvæmt sölureikningum en fjármunir væri síðan teknir út í reiðufé sem nýtt verið til að greiða laun sem ekki væri gefndu við skatts. Þannig ákveði minnstur sem bendi til kæruspundana viðleitandi skattaundanskota. Náttúrulega alveg bara ótrúlegt. Ég myndi ekki vilja búa í þessum húsum þar sem verið að byggja þetta, ég bara skildi ekki. Þetta er byggingverktaka náttúrulega. Útgefnir sölureikningar á hendur kærða sem var deilt í máli þessu eigi ekki við rökastyðast. Kröfum kærða hafna. Svo er lánveiting til tengsaðila. Já, ég held þessi komið með svakalega langa tíma. Hvað er ég mikið eftir? Á ég korter eftir? Ég er hálfluð? Heyrðu. Við það er bara svo óslega gaman hjá mér eða þannig. Þið kíkið á þannig þetta er duldar argæsla hafið séð þetta 100 svona allavega. Tökum með hana, ég kom svona lágt. Þetta er það að ræða að ríkiskastur hækkar sér tekjuskatts og útsvarsstofn 30 milljónir annað árið og 15,4 hitt árið og kærðu voru hjón og fyrirsvarsmenn R.E.H.F. Og B var eigandi alls hlutafélags í R og stjórnarmaður í félaginu og A var framkvæmdastjóri og stjórnarmaður félagsins og eini starfsmaður. Þannig að Bifreiðalundi afnót tryggja bifreiða ekki öll á sama tíma. 2 á sama tíma og svo meint og óheimil lánveiting til A og ríkiskastur sér samkvæmt upplýsingum á R voru eikfæra viðskiptakröfur hendur kærða í árslok 2014-2019 að það bæri með sér að það hefði hækkað úr 7 milljónum í 13,5. Og svo var í þriðarlega útlutu fjármagn úr R að fjárhæð 8 milljónir og 4 kaup kæranda á sumarhúsinu H
að að meintu undirverði. Og hvernig fór nú þetta allt saman? Yfirskattarinn segir bara, hafi verið skráður eigandi bifreiðarinnar S og í rauninni, það voru sérst í rauninni ljóst að þarna voru 2 bifreiðar taldar til notkunnar til hlunninda sem sagt hjá ríkisskattstjóra og þá sagði bara yfirskattarinn nauðsynlegt að ríkisskattstjóri rökstuddi sérstaklega þann hátt sem hann hafði á ákvörðun bifreiðarhlunda kærða með skattlagningu fullra hlunda en að tekja bifreiðar á sama tíma þar sem viðbora kærða var að önnur bifreiðin hafi ekki verið í umsjá kærða utan vinnutíma. En þarna hefði ríkisskattstjóri þurft að kanna þetta frekar. Það þýðir ekki að láta þetta ótalið í rauninni án þess að skoða frekar. Þannig að það féll, en óumdeilt í málinu að kærði veitti móttöku greiðslu frá það er óheimil lánveiting og svo var óeðlilega lágt verð varðandi sumarhúsið. Það var keypt í byggingu og samkvæmt afsalinu var að kaup kærða einhverju landi og sumarhúsi og í bréfi kærði ríkisskattstjóra dags 2015. nóvember 2020 kom fram að hefði keypt lóðina fyrir 5,5 milljónir 2018. Og sama ár fékk EHF leyfi til að byggja þennan sumarbústað og gesthús. Þarna var að tala óeðlilega lágt verð að ræða og kröfu kæranda hafna. En lækka þarna 1,1 vegna bifreiðarhlundina á öðrum bílnum. Hjúkett. Jæja, það voru komin dómana. Þetta er dálítið skemmtilegt mál eða þannig. Það er forsagan svo að þetta var gagnaver og það var afturköllun virðisaukaskattur og afturköllun stjórnvaldsákvörðunar sem þetta mál fjallaði En í yfirskattarnefnd úrskurði 2021 það var ekki deilt að tölvubúnaður geranda hér á landi væri eingöngu nýttur í þá X og rakti yfirskattarnefnd að svo búnu reglu virðisaukaskattsins snéru að starfsemi gagnavera og aðilar sem starfa til netþjóna. Var bent á að grundvallaratriði væri að skráningarskylda tæki almennt ekki til þeirra sem eingöngu innta hendi þjónustu til eiginota. Og það verið talið náttúrulega verið sér gagnavera og fallist á að ríkisskattstjóri hefði rétt á að hlutast til afskráningu kærða af vaskrá. Héraðsdómur staðfesti þessa niðurstöðu. En, við skulum sjá. Ég komin á, já. Þarna er sérst þetta félag höfðaði máli gegn Íslenska ríkinu og krafist þess að felldur eru gildi úrskurður ríkisskattstjóri fella niður skráninguna, eins og við vitum, og fyrir lá að í aðdraganda þess að samþykkt var að skrá útibúið XTX að skrá, hafði félagið verið samskipt við embætti ríkisskattstjóra og veitt upplýsingar og fyrirhugað starfsemi útibús og ríkisskattstjórs sem samþykkt 2019 þarna skráninguna. Og Landsréttur segir bara skorti því lagaheimild til þeirra ákvörðunar ríkisskattstjóra að afturkalla fyrri ákvörðun sína að skrá útibú kæran áfrýjanda virðisaukaskattskrár. Þannig að fallist á kröfu XTX að fella úr gildi úrskurð ríkisskattstjóra yfir skattanefndar. Þannig að maður svo búast við því að þetta færi til Hæstaréttar, ég veit það ekki, allavega. Síðan gerðuvertakan, við munum eftir þessu máli fyrra, þar sem að 115 SEHF var með keypti þjónustaf Ígigi og bla, eða einhverjum 4 félögum, man ekki hvað þau heita, allavega. Og þarna var, og í úrskurði ríkisskattstjóra sín tíma og komast þeirra niðurstöðu að starfsmenn tiltekinna félaga, tiltekinna félag sem 115 SEHF gerði samninga við vinnuframlag, skráðu launþegar félagana hefði í raun verið starfsmenn. Og Landsréttur segir þegar hafi verið skorið úr því álitaefni hvort tiltekin gerningu væri vinnusamningur eða verksamningur og væri skattyfirvaldi heimilt að meta hvort starfsamband skattaðila væri í raun með þeim hætti sem haldið væri fram af þeirra hálfu. Og við það mat réði ekki úrslitum hvað viðkomandi samningur verið kallaður, heldur yrði að líta til allra aðstæðna. Þetta er nú ekki neitt nýtt. En í rauninni þarna voru fyrirliggjandi kaupa á svokallari þjónustu frá einhverju fullt af félögum. Og niðurstaðan var, eins og rakir í málsatvik kafla, dómsins taldi ríkisskattstjóri greiðslustefnanda
North Cube Security, við sjáum hérna, þetta er héraðsdómurinn, NCS EHF, IGG EHF, Omnia Security EHF og BPH EHF, tilheyrir starfsmenni félagana. Og þetta er nákvæmlega þessi niðurstaða hér. Þannig að þetta gekk ekki upp. Hvert er ég komin núna? Já, ég er komin hingað. Þannig að þetta var bara niðurstaðan eins og í héraðsdómi. Svo er endurgreiðsla VASS til erlends aðila, þetta er nú dálítið áhugavert. Eða mér finnst það allavega að þarna var það að ræða að héraðsdómur sagði á sínum tíma að þegar horft var til óskýrleika löggjöf, munið þetta er 43. grein. Óskýrleiki löggjöf, lögskýringar, minnisblað og leiðbeiningar skattyfirvalda líta svo á að stefnandi hafi ljósi fyrir framkvæmda mátt hafa réttmætar væntingar út frá lögmætis og jafnræðisreglu með sömu sjónarmið gilda. Allt það. Og Landsréttur var ekki á sama máli og segir Vulcanreiser hafði ekki verið undanþegið skattskyldu fyrir aðra leið. Hafði ekki verið undanþegið skattskyldu. Það er bara skattskyldu. Umræðandi ferðaþjónusta. Umræðandi þjónusta hefði ekki verið undanþegið virðisaukaskatti. Undanþegin fyrir ekki. Fallist á það málsvarslu Íslenska ríkisins að Vulcanreiser hafi borið skylda til að gæta ákvæði 5. greinar lagana og óska eftir skráningu umrædda starfsemi af vatnsskrá eftir atvikum fyrir atbeina umboðsmanns. Þannig að þeir fara svona aðra leið að þessu. Landsréttur segir bara þessir aðilar voru með ferðaþjónustu á Íslandi og áttu að skrá sig. Þeir voru ekki að selja þjónustu til Íslands. Þeir voru að selja þjónustu á Íslandi. Þannig að það er svona aðeins önnur aðferð og ég er náttúrulega sammála þessu. Mér finnst það bara ágætis niðurstaða og bara lógísk. Og að því leyti að Vulcanreiser hafði ekki átt rétt að endurgreiðslu virðisaukaskatts á grundvelli þágilda 3. málsgreinar 43. greinar, bara hjúkett fyrir ríkið af því að ákvæði var ekki nógu vel orðað, en allavega. Þannig að þetta er allt önnur niðurstaða en í héraðsdómi. Og það fallist á með Vulcanreiser töku ákvörðun RSK hafi verið brotið gegn ekki fallist sem að það verið brot á stjórnsýslulögum. Síðan riftugreiðslur til skattsins, það eru 2 greiðslur hérna, 2 mál þar sem varða þetta, riftugreiðslur til skattsins. Það er að segja, deilt var, nú þarf að tala hratt, þannig að það var deilt hvort riftabæri greiðslur skattsins, greiðsluvirðisaukaskatts að félag inda hendir nokkur dögum áður en búið þess að tekið til gjaldþrotaskipta. Auðvitað er menn alveg bara að reyna að borga vaskinn og staðgreiðslur svo að fara ekki hérna á bak við rimlana. Og jafnframt nokkur dögum fyrir gjalddagargreiðsluna. Það er líka. Þetta er greitt fyrir gjalddagargreiðslunar og nokkur dögum áður en búið þess var tekið til gjaldþrotaskipta. Og það fallist var á riftugreiðslunar og jafnframt kröfu þrotabúsins að Íslenska ríkið gildi greiða úr búinu fjárhæð sem nam umrædda greiðslu. Hvað riftuna var talið að greiðslan hafi verið indahendi fyrir en eðlilegt var, samkvæmt gjaldþrotalögum, og hún hefði ekki virst venjuleg eftir atvikum í skilningi sem er lagra. Þá spyr ég, það var borgaður þessi skattur, hvað með refsimál? Af því að þetta hlýtur að tengjast. Menn er að borga fyrir þarna vaskinn og það til þess að koma sér undan refsingu var þetta rimlagjöldin. Jæja, átt að vera. Svo er annað hérna, nákvæmlega sért ekki eins en samt. Þannig að þrotabú EHF, það höfða mál gegn Íslenska ríkinu og krafist þeirra riftir með dómi greiðsla fjárhæð 20 milljónir króna til skattsins 25. nóvember 2021 sem var tilkomin vegna gjaldfallar opinberra gjalda. Og Landsréttur segir einkahlutafélagi sem síðan breyttu nafn og varð hefði átt í alvarlegum fjárhagslegum erfiðleikum árinu fyrir 2021 og voru árangursleysar aðfarargerðir fram hjá félaginu fóru það fram í maí og ágúst 2021 og aðfarargerð 5. ágúst 2021 vegna kröfu frá skattinum. Og
Í ljósi þess að gjaldfallin opinber gjöld voru verulega ásamt því og ítrekað hefðu farið fram árangurslausar aðfarargerðir og kröfu gjaldþrot ítrekað verið hafður uppi, var litið svo á að íslenska ríkisins hefði í nóvember 21 verið grandsamt gjaldfærni eignarhaldsfélagsins. Og Landsréttur segir, greiðslan í nóvember 21 talin hafa ótilhlýðilegan hátt verið til hagsbóta íslenska ríkinu til hagsbóta á kostnað annarra kröfuhafa og leiddi þess að fjármunir voru ekki til reiðu til fullnustu krafna þeirra. Og féllst Landsréttur á riftun þrotabúsins á greiðslunni á grundvelli 141. grein gjaldþrotalaga og að búið hefði orðið fyrir tjóni sem nam fjárhæð greiðslunnar. Þannig hefðu tveir svona sambærilega dómar. Svo veit ég ekki hvort ég nenn að fara í þetta. En þetta allavega, það voru 4 mál, og í 3 málum. Sýkni í 3 málum er sakfelling einu. Og þetta, eins og þið kannist nú við, þá var í fyrsta málinu við skulum sjá, þetta er 40 og, þetta er bótaábyrgð og sakfelling í málinu 41-23 og þetta er nú dálítið strangt mat, ég verð nú bara að segja það, en þetta hlýtur að gera það verkum að endurskoðendur það er svona dálítið þurfi að skoða þessi mál, þetta er dálítið miklar kröfur, laður endurskoðendur í þessum málum, þannig að það verður dálítið að passa sig, en það er sem segi, það er sakfelling, er ekki með sakfellingum með hérna, það er að hafa sýnt þessi saknæma háttsemi við gerð sérfræðiskýrslu á því tjóni sem á þeirri háttsemi hefur hlotist bæri hann ábyrgð á grundvelli sakarreglunar en BEHF á grundvelli reglu skaðabótaréttar sem vinnuveitendaábyrgð. Þegar fyrir lægi að sérfræðingur hefði orðið uppvísað saknæma háttsemi við framkvæmd sérfræðistarfa yrði slakað á kröfu með sönnu fyrir því hún hafi orsakað tjón. Þannig að slaka þarna á þessu kröfu og sönnuna beri jafnvel snúið við það atriði. Og í ljósi erfiðrar sönnunarsstöðu orsakasamband teldist þrotabú S hafa leitt nægar líkur að því að sérfræðiskýrsla R hefði verið einn þeirra þátta sem lánardrottnar S hefði lagt traust sitt á við töku viðskiptalegra ákvarðana. Þannig R og B, EHF, yrði látnir bera hallann að því að þeir hefðu ekki sýnt fram á að gerð sérfræðiskýrslunnar hefði ekki leitt til tjóns fyrir kröfuhafa í þrotabúinu og þar með þrotabú S. Þannig að þetta er eina málið af þessum öllum, 1, 2, 3, 4, sem var sakfelling og það lítur bara að vera svona áhyggjuefni, það lítur að vera það allan fyrir endurskoðendur og þeir þurfa að fara í einhverja naflaskoðun á þessu máli af því að þetta getur verið dálítið dýrspaug, ekki bara fyrir endurskoðandar sem slíkan heldur líka endurskoðunarfélagið. Og I'm done. Ég held að þetta sé síðast sem ég segi hérna, er akkúrat á slaginu, er það ekki, fundarstjóri? Það er dálítið eins og hrískotabissa hérna í lokin. En allavega þið fáu svo þessar glærur ef þið hafið ekki getað spert eyru nóg því ég var hérna uppi, en ég bara þakka þér. Þökkum Völu fyrir mjög áhugavert, upplýsandi og skemmtilega yfirferð á dómunum. Næst á svið ætla ég að bjóða Elínu Ölmu Arthúrsdóttur sem er vararíkisskattstjóri og sviðsstjóri þjónustu hjá Skattinum. En hún hóf störf í skattakerfinu að loknu háskólaprófi árinu 1981 og hefur starfað þar meira og minna innan kerfisins síðan. Ásamt því að hafa setið í yfirskattanefnd frá árinu 1996 til 2007 en hún ætlar aðeins að fjalla stöðu mála hjá embætti ríkisskattstjóra og helstu breytingar og annað því tengdu.
Sælveriði, bæði hér og einhvers staðar út allt land, sennilega. Ég var beðin eða einhver frá ríkisskattstjóra var beðin að fara svona aðeins yfir árið 2024 og þá getum við byrjað á því að spyrja hvernig var þetta ár 2024 svona í skattalegum skilningi. Það byrjaði nú á ýmsu sem ég ætla ekki að fjalla og af því það var svona allt frekar neikvætt. Ég nenni því ekki. Við skulum frekar vera svona með glasið hálffullt en hálftómt. En það byrjaði samt í raun og veru á því að það kom þarna kílómetragjald á hluta ökutækjaflotans og það kannski má segja að þetta gerist eins og oft á Íslandi dálítið hratt allt og lögin kílómetragjald á hreinorkubifreiðar eins og það nú kallað, þau voru samþykkt, eitthvað að? Nei, Vala var bara sko sími sem var hérna. Já, Vala mín. Hann ekki hér, allavega. Lögin voru samþykkt sem sagt 16. desember 2023 og tóku gildi strax. Það þýddi það að það átti að áætla kílómetragjald í byrjun árs 2024. Og eins og þið þekkið þá þarf nú að smíða svona kerfi. Ég er ekki að segja að það hef ekki verið byrjað, en það þurfti að vinna ansi hratt samt sem áður. Og það var auðvitað bara hluti af bifreiðum sem voru ákvarðaðar samkvæmt þessum lögum, gjaldskyldar. Það eru þessar bifreiðar sem eru alfarið knúnar rafmagni eða vetni og svo tengiltvinnbifreiðar og sem eru skráðar sem fólks- eða sendibifreiðar miðað við lögin bifreiðagjald og ökutækja skráningarnar hjá Samgöngustofu. Það voru á árinu 2024 er þetta yfir 54.000 ökutæki sem hafa fallið undir þessi lög og átt að greiða kílómetragjald eða eigendur þeirra sem eru 42.000. Þannig að það þarna þó nokkuð margir sem eru með fleiri en eina bifreið. Og álagt kílómetragjald núna stendur í 3,4 milljörðum, cirka bát. Þetta var nýtt og auðvitað er verið að tala kílómetragjald á öll ökutæki. Það fimmfaldar massan sem á því þau eru eitthvað 300.000 sem kemur þá einhver tíman væntanlega eða hver veit. Það er ekki komið fram aftur frumvarp. Það var tekið af dagskrá í haust. En við vitum ekki hvað gerist. Það er engin þingmálaskrá komið fram eða neitt slíkt, en vissulega er verið að vinna í þessum málum á vegum 3 ráðuneyta. Svona til gamans, skráning akstursins, hún er mest, og nú er ég eins og Vala, maður sér þetta ekki, þetta er svo smátt hérna, en skráningin er mest í gegnum Ísland.is. Við sjáum það á þessari kökumynd. Það er svolítið gaman að fylgjast með því, en það hafa verið þetta alls konar skráningarvandamál og allt það. Þetta er nýtt og kerfið auðvitað smíðar hratt og alls konar vankantar komið á sem er búið að vera að laga allt þetta ár. Vonandi verður þetta nú allt betra þegar allur massin kemur, ef hann kemur. Það er auðvitað spurning. Hvað gera þarna niður við Austurvöll? En þá ætla ég aðeins að fara í gegnum svona upplýsingar álagningu á einstaklinga og lögaðila. En við byrjum á einstaklingunum og ég veit alveg að þessi tímamörk og allt það eru, hvað ég að segja,
eru alls konar ljón á veginum í þessu. Árið nú bara 365 dagar og alls konar verkefni og allt það. En loka skiladagur, hinn almenni skiladagur var 14. mars sem búið að fastsetja. Opnar 1. mars, lokar 14. fyrir einstaklingarna sjálfa en svona atvinnumenn fá lengri frest sem var þá 15. apríl í fyrra og vinslulokin hjá skattinum á framtölunum og það þetta þótt að það sé gífurlegt magn sem fer bara vélrænt í gegn óskoðað, stenst alla regluprófun og bæði ytri og svo innri regluprófun að þá samt mjög mikil vinna í mörgu af þessu og það til dæmis í kringum rekstraraðila og það líka mjög mikið í kringum þá sem að kallaðir eru handreiknaðir og þeir sem að hafa nú inni í skattkerfinu, það nú einhver á þessum fundi sem hafa verið innan skattkerfisins sjálfs, þó ekki eins lengi og ég. Ég hrökk í kút þegar það var 1981, sko, það áður en að sumir eru fæddir sem á fundinum, þannig að, já, svona lífið. En þið sjáu samt að skilin til fjársýslunar eru bara 8. maí, það ekki langur tími þarna á milli og það allt í lagi að segja svona milli okkar að við svona nuðuðum í fjársýslunni að fá hérna einhverja auka daga í byrjun maí. Álagningin svo birt í lok maí og svona opinberlega 31. maí og svo þetta álagningarskráin lögð fram og kærufrestur og afgreiðsla á kærum á þá að vera lokið 30. nóvember og ég veit ekki betur heldur en að það hafi allt tekist eins og hefur verið undanfarin ár. Það mjög mikið sem búið að gera í þessum efnum innan kerfisins í kjölfar öllum þessum sameiningum og öllu því sérstaklega kannski frá 2010 þegar skattstofur og gamli ríkisskattstjóri sameinuðust í einn hatt RSK og þannig að tímafrestir svona almennt að jafnaði þeir standast miklu betur en áður þótt það sé vissulega þannig að sum mál togast og teyjast eitthvað lengur og þá það auðvitað oftast af því að þau eru flókin og snúin og lögin ekki kannski nógu skýr og allt þetta. Þið þekkið þetta auðvitað mæta vel. Ef við lítum aðeins á þetta að þá hefur orðið umtalsverð fjölgun á einstaklingum á grunnskrá og núna voru þetta ríflega 344.000 einstaklingar og fjölgunin 12.600 þarna milli ára eða 4% milli áranna þá 2023 og 2024 en frá 2018 hefur fjölgað það bil 47.000 sem eru þá 16%. Það auðvitað veruleg fjölgun og fjölgunin hún mjög mikið erlendis frá. Það eru þeir sem eru að koma til að vinna hérna og flytja þannig til landsins og þeir eru allavega fyrsta árið sem þeir eru þeir handreiknaðir og það nú reynda gert á Egilsstöðum mest og þannig að það svona verkefnaskipt hjá okkur yfir landið og en þetta alveg akkillesarhæll í öllum dögunum, tímanum sem til reiðu. Því það ekki hægt að vélvæða allt í því þótt að vissulega hafi verið margt gert í því. Og framtöl bárust fyrir 322.196 einstaklinga sem eru 246.000, tæp 247.000 framtöl af því að framtölin teljast þá 1 fyrir 2 mjög oft sko auðvitað en það eru 93,47% og það var aðeins lakara heldur en 2023 þar sem það losaði 94%. Þannig voru áætluð gjöld á tæplega 23.000 einstaklinga
sem er 6,54% af grunnskráni og þetta var sem sagt eilítið lægra 2023. Tölurnar, af því að þið eru nú tölufólk, þá eru þær nú þarna. Þetta eru auðvitað háar tölur allt á íslenskan mælikvarða og það eru verulega fjárhæðir í ríkiskassan koma auðvitað frá einstaklingum. Ég setti þarna einhverja búblu við hækkunin á barnabótunum á milli ára. Þetta var ákvarðað 30. apríl. Þið sjáu kannski og sáu dagana þarna áðan. Þetta er 30. apríl sem þetta er ákvarðað. Vill til að svona breyting fellur undir það sem við köllum oft skrúfubreytingu, af því að kerfið er til og það er bara að stilla skrúðurnar, fjárhæðirnar sem sagt. Þannig að þetta er ekki endilega erfitt, en þetta er auðvitað mjög seint. Það er allt það er afhent til fjársýslunar endanleg álagning 8. maí. Hér kemur til viðbótar, var þarna 30. apríl, ákvarðaður líka sérstakur vaxtastuðningur og það var auðvitað miklu flóknara. Því að þar þarf að reikna út og ákvarða og ákvarða hvernig átti að ráðstafa og allt slíkt. En þetta hvortveggja var liður í lausn á kjarasamningum og endaði með því að verða þarna 5,4 milljarðar í hækkun á barnabótum á milli ára og það bil 5,5 milljarðar í þennan sérstaka vaxtastuðning, þannig að þetta eru 11 milljarðar sem að þarna voru settir inn í lausn á kjarasamningunum. Og þetta var alveg flókið dæmi að ná þessu heim og saman í samráði við fjármálastofnanir og fjársýsluna. Það voru ótal fundir þetta og það verður náttúrulega að segjast eins og að lög sem eru smíðuð svona, inn í þau vantar auðvitað mjög margt og það koma, vitið þið það, ég ætla að segja ykkur það gerist allt í samskiptum og svona á milli fólks og svoleiðis. Það er allt bara í gangi, mann getur ekki flögrað það í hug sem kemur upp. Það er þannig sko og það gerði það í þessu. Engin spurning, það mjög margt sem að gerðist í þessu. En ég held þetta hafi tekist þokkalega og eiginlega eingöngu vegna þess að við eigum góða tæknimenn. Það er bara þannig. Og einhverja sem þora að hafa kjark til að taka ákvarðanir. Það er bara þannig líka. Varðandi lögaðilana sem eru þetta kannski fyrst og fremst ykkar hópur, að almenni framtalsfresturinn eru þetta 31. maí eins og hann hefur verið, en síðasti skiladagur var 30. september. Álagningarvinnslu lögaðila hjá okkur var lokið 11. október og útreikningurinn fór fram 14. október. Hinn formlegu lok 31. október og svo kæri fresturinn og álagningarskráin eins og þetta allt gerir ráð fyrir. Það eru 54.000 rúmlega á grunnskrá lögaðila og hafði þá fjölgað 4,7% á milli ára, en fjölgun á grunnskrá frá 2014 er 39%. Þannig að í samhenginu öllu og að því að hér kom fram í upphafi að það væri fækkun í stéttinni hjá ykkur og svo eru tímafrestir og fjölgun og allt það og jafnvel þótt að tæknin hjálpi mikið að þá er þetta allt orðið dálítið snúið og við höfum nú tekið upp aftur mjög gott samstarf við FLE, Unnar og við erum í samskiptum það og mér minnir að við sem að fara að hittast í næstu viku og við hittumst síðast í október og þá er farið yfir ýmsa hluti og þau hafa Steingrímur í þessum hópi sem að mætir og fleiri og við erum að reyna að nálgast og skilja
ég ætla þá að segja, við eigum ekki að segja hérna hvort annað, ef við segjum, tölum fler sem hóp og okkur sem hóp, þá það tveir, þá það hvort annað, eða hvort annan. Og þannig ég held að það sé bara mjög jákvætt. Þetta bara dálítið snúið allt. Það nú bara þannig. En það ekki óleysanlegt. Það nú bara eins og það sko. Það voru áætlað á 13,61%. Það var fjölgun þarna á stórum aðilum líka. Þannig að þetta nú svona, það svona svipað á milli ára, skilin eru svipuð. Gjöldin eru svona, þetta eru 308 milljarðar hækkun upp á tæp 9% á milli ára og það líka mjög mikil hækkun á endurgreiðslu vegna rannsóknarkostnaðar, þarna rúmar 15,3 milljarða og það líka voru 600, tæplega 700 milljónir sem fóru, sko, þið vitið, sem voru ekki greidd út, heldur fóru inn á. Og það sem fóru upp í álagðan tekjuskatt. Það eru 690 milljónir sem fóru þannig. Þetta auðvitað í skoðun og það var komið fram eitthvað í haust þetta. Menn eru með svona áhyggjur af því kannski að þetta sé einhver krani svona sem erfitt að stoppa. En þá erum við þetta komin að því sem ég veit að þið hlakkið mjög mikið til að sjá og það hvernig framtöl skiluðu sér, framtöl lögaðila skiluðu sér undanfarin ár. Ef við lítum á þetta, þá þetta á milli, þetta sem sagt 2022 og 2023 og þetta mjög svipað munstur milli ára og þau berast flest seint og langflest í september. Það ágúst og september sem lang flest framtöl að berast. Ef við horfum svo árið í ár, þá þetta bara það sama munstur. Það eru reyndar ennþá fleiri framtöl sem bárust í september í fyrra, heldur en í hittifyrra. Og við ekki eðlilegt að það sé þá spurt, sko, hvort að þetta sé nógu gott. Það mjög svona hógvær spurning. Og ef ekki, ég held að svarið sé nú nei, þetta ekki nógu gott, en hvað þá til ráða? Fyrir nokkrum árum þá gerðum við minnisblað í sameiningu nokkrir af hálfu FLE og svo af hálfu, held við hefum nú ekki heitið skatturinn þá, ég held að það hafi verið RSK, mér minni það sé það mörg ár síðan, sem fór í ráðuneytið og það var svo sem ýmislegt gert, það var ýmislegt gert, en það eru fleiri atriði þar sem að kannski mætti fara að dusta eitthvað ríkið að ég veit ekki hvað, af því að ríkið sjálft, stjórnvöld, þau vilja að álagning sé fyrr, þau vilja að álagningin á einstaklinga sé þarna fyrr heldur en hún var áður þegar hún var verslunarmannahelgina eiginlega og þau myndu kannski líka vilja miklu frekar að lögaðilarnir væri fyrr á árinu og þá eru menn að horfa á svona gerð fjárlagafrumvarps og hagsýslugerð. En ég veit ekki, við þurfum kannski að tala eitthvað þetta, Unnar, á næstu fundum okkar. En við skulum ekkert vera ofsalega leið eða neitt svoleiðis, þetta tókst nú allt saman. En ég þykist vita að þið séuð líka í sömu sporum og skatturinn með það að það hefur fækkað fólki
þó að sé fjölgun á til dæmis lögaðilum eins og ég fór yfir áðan, þá hefur fækkað fólki hjá okkur. Það er töluverð fækkun á fólki og það er bara krafa líka. Það er krafa lækkun á fjárlögum og allt það. Og það heyrist mér vera líka áfram hjá nýrri ríkisstjórn. Það er mikið talað hagræðingu og svona einhverja lækkun á útgjöldum. Og við verðum að takast á við það. Það er bara þannig. Og ef við förum aðeins yfir, sko, þetta er orðið svo ólíkur staður. Skatturinn er mjög ólíkur gamla RSK eða gamla RSK og skattstofunum. Og við erum bara að horfa aftur 15 ár. Við erum með þessi kjarnaverkefni og þau eru á málefnasviði 3 ráðuneyta. Fjármálaráðuneytisins, atvinnuvegaráðuneytisins, það er fyrirtækjaskráin og svo dómsmálaráðuneytisins, það er þá peningaþvættiseftirlitið. Þannig að það er líka dálítið flókið að vera inn í fleiri ráðuneytum. Það kallar á eitthvað samtal þar á milli. Og svo erum við auðvitað með innheimtu sem er á höfuðborgarsvæðinu. Sýslumenn eru með, þessir 8 sýslumenn sem þeir eru með innheimtu á sínum svæðum og en skatturinn er með leiðbeiningarhlutverk við þá og gerir verklagsreglur og slíkt. Svo erum við auðvitað með tollgæsluna og tollastarfsemina og svo þetta skráahald á vegum á sviði félagaréttar. Þar með talið náttúrulega ársreikningaskrá og skráin raunverulega eigendur. Og yfirvofandi á næsta ári er önnur úttekt hjá FATF sem að koma okkur á sínum tíma á gráa listan. Þannig að það er auðvitað mikil áhersla á vinnu í kringur raunverulega eigendur á þessu ári til þess að reyna að koma í veg fyrir það að lenda aftur á gráum lista. Sko. Tekjuöflunarhlutverkið er auðvitað kannski megin hlutverkið samt þó að þarna séu mikið af verkefnum. Og ég tók þetta að gamni bara til þess að þið sæju þetta, sko. Það er hvernig skiptingin er, hvað útsvarið er líka stór hluti af tekjuöfluninni, hvað stórt hlutverk fyrir sveitafélögin í landinu. Þetta er þeirra megin tekjustofn, útsvarið, þó að þeir séu líka með fasteignagjöld og einhver önnur gjöld. Það er nú svo skrítið að á tímum tækninnar þá eykst þjónustan. Það er eins og tæknin og aðgangur á upplýsingum valdi því að menn vilja meiri þjónustu. Einhver hefði haldið að fara í hina áttina. En þetta er dálítið undarlegt. En ég veit það ekki. Ég veit ekki skýringuna, náttúrulega. En heildarfjöldi svona þjónustu snertinga á árinu 2024 var 376.000. Það er bara ansi mikið á dag. Og er ekki dagarnir svona cirka 220 vinnudagar, sko. En við erum náttúrulega komin með spjallmenni sem tekur mikið. Hann tekur mikið af svona einföldum spurningum, já og nei spurningum og hlutföll og gjalddaga og eitthvað slíkt. Þannig að það sjást merki það að inn í símtölum símtölin eru farin að lengjast að meðaltali. Það sjást merki það. En snertingar við vefinn hjá okkur voru 4,2 milljónir í fyrra. Þannig að við erum að tala eitthvað svona sem við getum kallað snertingar upp á 4,6 milljónir það bil á árinu 2024. Þetta er mikið. Og svo eru heimsóknir í afgreiðslur losa 28.000 í Reykjavík og eru tæplega 3.000 á Akureyri líka til viðbótar. Aðeins svona bara til gamans að sýna svona umfangið í tollamálunum. Þetta er innflutningur og útflutningur
og þetta svona, þróun þetta svona, það er svolítið gaman að sjá hvað dettur allt niður þarna 2020 og COVID-tímanum, allt dettur niður. Svo það stafræna pósthólfið, kannski rétt að minnast á það, að það auðvitað lögbundið, það lög þetta, stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt og það stafræna pósthólfið tekur til samskipta stjórnvalda við einstaklinga og lögaðila og frá og með 1. janúar núna daginn, þá birtir Skatturinn bréf til einstaklinga og lögaðila í stafræna pósthólfinu af því að við erum líka skyld til þess. Þetta búið að vera gífurleg vinna reyndar, en aðgangurinn þetta líka inn á þjónustusíðunum. Takið eftir að bréf skjólstæðinga, þau birtast ekki í stafrænum pósthóli umboðsmanna. Það hefur ekki verið búinn til neitt farvegur í því. Veit ekki hvort að Ísland.is tekur það. Ég hugsa verði nú einhver þrýstingur á það og þá auðvitað breytast málin og menn verða kannski að athuga það þeir geta stillt svona hvort þeir fá hnipp á mínum síðum á Ísland.is. Maður er svona aðeins hræddur að þetta gæti orðið svona eins og í sögunum Úlfur, það að vera svo mikið að hnippum að menn fari bara ekkert inn og gáu og þó tapið þeir af ykkur sem skiptir máli. En það sem fer inn þarna frá skattinum inn í stafrænt pósthólf eru þessir liðir, beiðnigögn, fyrirhugaðar ákvarðanir og svo ákvarðanir, úrskurðir, endurákvarðanir, vottorð og leyfi, rökstuðningur, beiðni frest og ítrykkun og gagnabeiðni. En það er ýmislegt sem fer ekki og það eru svona kvittanir og svona minniháttar samskipti. Farmverndarkerfi, farmverndaryfirlýsing, tollalínan, pappírsafgreiðsla og svo það sem á leiðrétting.is sem nú alltaf verið að framlengja. Það átti nú bara að vera þarna í mjög stuttan tíma, nú það orðið lengra heldur en fyrstu kaupaúrræðin. Og ég held að ég sé allt í lagi, sé svo akkurat að ég ætla aðeins að bara sýna ykkur svona gamni í mjög stuttum tíma því að Vala var nú að fara yfir úrskurði og dóma að það er þannig að í eftirlitinu, þetta er frá 2023, það er ekki búið að taka saman 2024, voru 985 kæranlegir úrskurðir en það var kært til yfirskattanefndar í 69 tilvikum sem er 7%. Og það fór þannig hjá nefndinni, það er glæran vinstramegin, að í langstærstum hluta, hvað er þetta, 40 okkar, ég sé þetta nefnilega ekki hérna, 48 er það ekki, sem að stóðust og svo gerðar einhverja breytingar þarna í öðru og í rannsóknarmálum er þetta 57 mál og kært í 7 tilvikum, 12%. Þannig að það er ekki mikið kært, þannig að það er svona, maður spyr sig, hvað er það? Er það vegna þess að menn eru bara sammála eða vilji ekki fara með málið áfram eða hvað? En það stenst sem sagt mikill meiri hluti af þessum málum sem fara fyrir yfirskattanefnd og maður hlýtur maður ekki að álykta að það þýðir það að það sé ekki farið offari. Auðvitað eru mál sem menn að takast á. Af hverju ekki? Menn eiga alveg að takast á, það er allt í lagi. Og en ég allavega myndi leitast við að segja að það var ekki farið offari og hugsanlega stjórnsýslan í eftirlits- og rannsóknarmálum sé bara góð. Þetta er bara sama, náttúrulega. Og svo fyrir dómstóla, það er ekki mikið af málum heldur sem að hafa farið fyrir dómstóla. Þannig að svona lítur þetta nú út og nú er ég akkurat á tímanum og þakka ykkur fyrir. Já, ekki.
Lætur fá hann brettir eða ekki. Við þökkum Elínu fyrir góða og upplýsandi umfjöllun málefni ríkisskattstjóra. Næsta dagskrá kaffihlé og við ætlum að byrja aftur 10 mínútur í 11.
Velkomin aftur. Það stóð til að Steingrímur ætlaði að fara yfir dæmi sem hann ætlaði að senda okkur og biðja okkur að leysa í gær, en það breyttist aðeins. Þannig að hann ætlaði bara að fara almennt yfir skattamál tengt skattstofni félaga. Steingrímur Sigfússon, eins og við vitum, endurskoðandi hjá KPMG og mikið inn í þessum skattamálum og öllu því tengdu. Þannig að ég býð hann bara velkomin. Já, takk fyrir og sælverði. Við tölum það við Unnar að við ætlum að leggja fyrir dæmi, svo þegar kom að því að fara að semja dæmið, þá fannst mér kannski ekki, það hefði þurft að vera svo helvíti flókið fyrir ykkur sko, til að vera eitthvað gagn í þessu. Þannig að ég ákvað að sleppa því og ætlaði frekar bara að fara yfir þessi atriði sem við erum að leiðrétta í skattstofninum og þannig við getum kannski þá líka rætt aðeins þau ef þið hafið áhuga á því, bara spyrja jafnóðum. Þannig ég ætla bara að fara yfir þessi atriði sem við erum alltaf að eiga við í þessu. Já, þetta er ég skil alveg þegar að vera að segja að þetta sé ekki hægt að lesa það sem stendur hérna. Það er bara þannig. En já, ég ætla bara að byrja þá með varanlega rekstrarforminni, að það er heimild að, eins og við segjum, við náttúrulega þurfum að fyrna varanlega rekstrarforminni. Það er skylda þegar það er búið að taka það í notkun, ekki fyrr. Við megum ekki byrja að fyrna fyrr en eign hefur verið tekin til notkunar. Og síðan þurfum við að fyrna það samræmi við lögin og innan þeirra marka sem lögin leyfa. En við megum náttúrulega sjálfsögðu breyta prósentum á milli ára. Þannig að ef við erum með fasteign sem að fyrna með 1–3%, þá getum við fyrna með 1% á fyrsta ári, 2 á næsta, 3 á þriðja og svo 1 aftur. Eina sem að ef við erum búin að skila inn skattframtali og höfum fyrnt eignina innan markana, leyfilegra marka, þá getum við ekki breytt því. Við getum ekki farið fram á það, sent bréf til ríkisskattstjóra og segir við fyndum fasteignina 3%, við hefðum frekar vilja fyrna 1%. Skatturinn hafnar þessum beiðnum á þeim grundvelli að sé að ræða val og við séum búin að velja. Hins vegar, ef við höfum fyrnt fasteignum 6% sem á bara fyrna 1–3%, þá getum við náttúrulega farið fram á að það er í lag og það á auðvitað að laga það. Þannig að það var að hafa það í huga. Síðan hefur skattyfirvöld farin að ganga eftir þessu að þá, eins og kemur fram í lögunum, þá skipta kaupverði fasteigna upp í mannvirki og lóð að hluta. Þetta hefur verið látið ótalið, bara nánast frá því ég byrjaði að vinna við þetta, þangað til bara núna síðustu ár. Og það við erum farin að ganga eftir þessu og lóðahlutin er ekki fyrnanlegur og það er ekki hægt, við sölu er ekki hægt að auka fyrna á móti söluhagnaði á lóðhlutanum. Þannig að síðan er heimild að fresta tekjufærslu söluhagnaðar fyrnarleigna 2 áramót þegar skattaleg töp hafa verið jöfnuð og allar fyrnarlegar eignir hafa verið aukafyndanir í niðurlagsverð. Það má ekki fresta söluhagnaði 2 áramót fyrr en að þetta sem það er náttúrulega alveg ljóst að við getum það ekki nema að jafna töpin, að framtalið virkar þannig, en þú verður að færa allar aðrar eignir niður í niðurlagsverð og fresta því sem eftir stendur, ef eitthvað stendur eftir að tekjufærslu söluhagnaðarins. Hér þarf að hafa í huga að þessi heimildar aðeins til fyrnarleigna og því ekki við fasteignir sem notar af eiganda eða stjórnendum félaga eða eignum sem til eru ekki notaðar til tekjuöflunar. Það á ekki eignir sem keyptar þeim tilgangi að selja þær aftur með hagnaði og eignir sem eru byggðar til sölu og ekki notkun hjá félaginu. Þannig að eins og við náttúrulega vitum og hefur verið að fjalla mikið að fasteignir eru notaðar af eigendum er ekki fyrnanlegar eignir. Sama á náttúrulega við hjólhýsi, fjóshjól og annað sem er ekkert notuð í rekstri félaga. Þar gilda sömu reglur, það er ekki fyrnanlegar hjá fyrirtækinu, það ber að reikna hlunnindi af notkun þeirra, kostnaðurinn við það eiga þessar eignir ekki frádráttarbær. Og síðan má velta fyrir sér einu að í hvað með eignir og sumarhús
fyrirtæki á sumarhús, það í útleigu Airbnb helminginn á árinu, hinn helminginn notar eigandinn sumarhúsið. Hvernig á að fara með þetta? Í reglugerðinni, nr. 1300 frá 2021 frádrátt frá tekjum atvinnurekstri, þá segir að það eigi að hlutfalla kostnaðinn miðað við tímann. Þannig að 50% af kostnaðinum er frádráttarbær og 50% ekki. Og það er sama með fyrninguna. Ég túlka þetta þannig, ég ætla ekki að segja að sé alveg, ég veit ekki til þess að reynda á þetta, en til dæmis eins og með fasteign sem er notuð eiganda, þá er það ekki fyrnarleign og það á ekki að fyrna hana þar af leiðandi. En eins og kemur fram í reglugerðinni að helmingur í þessu tilfelli með sumarhúsi, þá er helmingurinn af fyrningunni frádráttarbær. Þannig að þér ber að fyrna og helmingurinn er frádráttarbær, helmingurinn er ófrádráttarbær. Síðan þegar þú selir fasteignina eða sumarhúsið, þá er náttúrulega munurinn á bókaraverðinni hjá fyrirtækinu í skattalegverðinu og söluverðinu er skattskyldur. Þannig að þarna er helmingurinn af fyrningunni bara detta niður dauður. Miðað við hvernig þetta er sett fram í þessar reglugerðinni. Eins og segi, ég veit ekki til þess að hafa reynt á þetta. En þarna er þetta náttúrulega sama eins og ég kannski líka með þetta. Við erum náttúrulega að sjá kannski í Smartlandi í hverju viku að það er einhver fyrirtæki að kaupa fasteignir mjög dýrar fasteignir sem eitthvað sem er kannski útleigu en klárlega ekki allt. Og þarna náttúrulega er þetta þú veist, þér ber að reikna þér hlunnindi, það er ekki frádráttarbær kostnaður. Ef þú borgar leigu, þá þarf leigan að vera lágmarki hlunnindin fjárhæðin sem þú hefur átt að reikna þessi til hlunninda. Ef þú gerir það ekki, þá er mismunurinn hlunnindi, engin kostnaður frádráttarbær. Þegar þú selur, þá er þetta náttúrulega skattskylt, ekki hægt að aukafyrna. Þannig að það sem við kannski verið að segja í þessu að þú setur ekki heimilisrekstur inn í félag. Við erum samt ekki að banna þér það. Ef þú gerir það, þá bara borgar þér vel fyrir það. Þú veist, það er basically það sem löggjafinn er að segja. Þannig að bara að hafa það í huga svona, þú veist að þetta eru það sem gildir og að fólk taki þá meðvitað ákvörðun það þegar það færir fasteign inn í félag, fasteign sem það ætlar að nota sjálft, að það er að tapa skattfrelsinu eftir að eignartíminn eða uppfyllir skilir eignarhaldstímans og allt það. Nú, frestaðs söluhagnaðar tekjufærs með 10% álagi. Færslan, þetta er ef að þú getur ekki aukafyrnt og þó þú hafir heimild til að aukafyrna, hluti af tekjufærslunni fer til að jafna tap, þá er 10% álag á þann hluta sem fer í að jafna tapið. Þarna kannski með þetta, með að selja fasteignir, þetta er varanlega rekstrarfjármuni og tekjufærslu söluhagnaðar, þetta er einfaldasta leiðin til að komast í tap fyrir samsköttun í samsköttum félögum vegna reglunar að þú verður að jafna töp áður en þú aukafyrnir eða áður en þú frestar og það er ekki hægt að taka þann rétt af félögum að geta aukafyrnt eða fresta tekjufærslu bara því þeir eru samsköttun og þar af leiðandi kemst félag sem selur varanlega rekstrarfjármun í töp frá því fyrir samsköttun með þeim hætti. Nú það gildar sömu reglur bara óefnislegar eignir og varanlega rekstrarfjármuni og ef er að ræða sölu á áunninni viðskiptavild þá er heimilt að aukafyrna fyrnarlega eignir og eftir atvikum fresta tekjufærslu söluhagnaðar sem 2 áramót. Þannig að svo sem ekkert kannski meira en þetta að segja. Nú síðan er það niðurfærsla viðskiptakrafna. Það er heimilt að færa viðskiptakröfur og lánveitingar niður alltaf 5% í árslok, eða stöðu viðskiptakrafna í árslok og lánveitinga. Viðskiptakröfur eins og nafnið ber með sér eru þá kröfur sem myndast vegna viðskipta, til dæmis vegna sölu á vörum og þjónustu og eignum. Og lánveitingar eru þá lánveitingar sem eru tengslum við viðskipti. Það er lán sem eru veitt vegna viðskipta, til dæmis vegna sölu og eignum. Framangreind heimild, hún nær ekki til viðskipta milli tengdra, hún nær einnig til viðskipta milli tengdra aðila. En hér þarf að hafa í huga
reglur greiðslufrest. Við erum náttúrulega séð fyrirtæki sem eru með viðskipti á milli tengdra aðila og það aldrei borgan eitt á milli. Og allavega það sem að ríkisstjórnarstjóri hefur úrskurðað núna í einhverjum málum í stórfyrirtækjaeftirlitinu allavega, að þar hafa þeir bara sagt, ok, það er 30 daga greiðslufrestur í venjulegum viðskiptum, þá máttu bara færa niður, mánaðar viðskipti, síðasta mánuðinn af viðskiptum við tengda aðila. Annað er orðið bara lán sem og er ekkert eðlilegt viðskiptalán. Það er enginn sem nýtur þessara kjara í viðskiptum við félagið. Þannig að við þurfum að hafa þetta í huga. Það er allan til núna nokkrir úrskurðir þetta. Og ekki er heimilt að niðurfæra lán sem eru veitt í greiðaskyni. Þannig að það sem er bara lán sem eru aðstoð við rekstur sem eru bara til fjármögnunar á dótturfélagi, það er ekki heimilt að niðurfæra þau 5% og sama skapi verða þau heldur aldrei frádráttarbær til skatts við gjaldþrot eða þess háttar, þar sem það er til fullt úrskurð það að þessi lán eru ekki viðskiptalán og við hefum látið reyna á það að þetta væri það, fyrst þetta er ekki lán, er þetta ekki ígild eiginfjár og fændi þá fást frádráttarbært grundvelli þess, en þá er bent á það að í lögunum stendur að við gjaldþrot félaga og þá megi gjaldfæra kostnaður verið hlutafjár sem við fjárfest í dótturfélagi. Þannig að það nær ekki við þetta og þess vegna ef fyrirtæki eru að fjármagna dótturfélög sem eru í áhættusömu rekstri, sem er einhverja líkur á að verði gjaldþrota út frá skatti, er það mun hagstæðara að fjármagna þau með eiginfé. Hækkar hlutafé og ef það gengur vel þá lækkar maður bara hlutafé aftur. Því að þú færð þá, ef dótturfélagi verður gjaldþrota, þá færð þá allan gjaldfærsluna. Þannig að þetta er svo sem það sem ég var að segja og svo náttúrulega bara með þetta, eins og við vitum, þá bakverður við náttúrulega óbeinu niðurfærsluna en hitt er þá það sem ég var að segja með þessi lán. Nú með niðurfærslubyrða, að það er sama þar, þá má færa örybyrði niður alltaf 5% af matsverði og þá erum við að tala að þegar við erum að meta byrðir í reikskilunum þá erum við að færa þær á kostnaðarverði eða dagverði hvort sem lægra reynist. Og ef við erum að færa kröfur niður í dagverð, gjaldfærslan af því er skattalega frádráttarbær. Við megum þá taka 5% af dagverðinu. Ef við erum hins vegar með óbeina niðurfærslu á byrðunum, bara 10% af því að þá er sú niðurfærsla óbein niðurfærsla og ætti að bakfærast í skattstofninum og það ætti að taka þá 5% af matsverðinu. Þannig að það er munur á því hvort við erum að færa þetta niður í dagverð og þannig að fyrirtæki sem tekur niður byrðir og bara fer í gegnum byrðarlistan og segir þetta selst aldrei og þetta selst aldrei og færi þær þannig niður, segir bara dagverð að þeim er 0 eða 50% að seljast útsölu 50% afslætti, að sú niðurfærsla er frádráttarbær strax, en svo ef þú tekur svo 10% niðurfærslu á það sem eftir stendur, að þá þarf að bakfæra það í skattstofninum og taka 5% á stofninu þannig. Síðan er núna til úrskurðir í ríkisskattstjóra sem segir og er líka til úrskurðir gömlu ríkisskattanefndarinnar frá því kringum 1980 þar sem segir að vörubirgðir að til vörubirgða teljast ekki verkhlutar eða tilbúin verk sem unnið er samkvæmt verksamningum og fasteignir þótt þær hafi verið keyptar eða byggðar til sölu. Þannig að er verið að segja að byggingafyrirtæki sem færi verkivinnslu, þau geta ekki tekið 5% niðurfærslu á verkivinnslu í Óslók. Og í þessu sambandi vísar ríkisskattstjóri til athugasemda í frumvarpi sem varð að lögum númer 40/1978 og þar kemur þetta fram og ríkisskattanefnd hefur úrskurðað tvisvar á grundvelli þessa
já, þannig að þetta svona þeirra túlkun á þessu. Ég veit að eitt svona mál fer til yfirskattanefndar allavega, þannig að, en það ekki verið, ríkisskattstjóri gerir ekki ágreining að þetta séu byrðir, þú veist að verki vinnslu séu byrðir, eins og í Reykholti, þetta eru byrðir í Reykholti. Eina sem þeir segja bara að skilgreining á vörubyrðum samkvæmt skattalögum næri ekki utan þetta. Þannig að það verður áhugavert að sjá, en að mínu mati hafa þeir svolítið sterkt case, sko. Þannig að það verður gaman að sjá hvað kemur út úr því. Og síðan úrskurður yfirskattanefndar sem kom núna 2022, já, númer 141/2022, sem fjallaði það var þá fyrirtæki sem var að smíða skip og hafði eitthvert vextina í reikningsskilunum á skipið, gjaldfært í skattskilunum. Þetta hefur verið gert líka eins lengi og ég man eftir í byggingageiranum, menn hafa verið eitthvara vexti inn á byggingar í reikningshaldi og gjaldfæra skattalega og aldrei verið neitt sett út á það. Sem ég samt ekkert endilega að sé rétt, eins og kemur svo sem í ljós að yfirskattanefnd segir að og margir úrskurðir yfirskattanefndar eru á þennan veg að þú gerir eins reikningshaldslega og skattalega svo framarlega sem að skattalögin segi ekki að þú megi gera eitthvað annað. Þannig að ef að skattalögin taki ekki fram að þú megi gera eitthvað annað, þá áttu bara að gera eins og reikningsskilum. Og þetta þýðir þá líka það að þetta á sama við lántökukostnaðinn. Þannig að menn hafa verið að færa í reikningsskilunum lántökukostnað miðað við virkavexti en verið að gjaldfæra strax í skattskilunum og það ekki heldur heimilt. Og þetta á örugglega við einhver fleiri svona atriði þar sem að menn hafa verið að gera eitthvað í reikningsskilunum og gera svo eitthvað annað skattalega út af því að það búið að gera það svo lengi, menn hafa verið að gera þetta bara frá því, eins og segi, ég veit ekki síðan hvenær en þetta þessir úrskurðir og ríkisskattstjóri hefur verið að ganga eftir því núna að þetta sé lagað hjá þeim fyrirtækjum sem hafa verið að gera þetta og þeir hafa meira að segja verið að setja álag aftur fyrir 2022, segja bara að þessi úrskurður 141/2022 eigi bara við það eina fyrirtæki sem náttúrulega í úrskurðunum kannski ekki beint sagt en það svona í að því að þetta hafi verið viðtekin venja, hafi verið gert í góðri trú og þar af leiðandi slapp þessi aðili við álagið. Maður hefði haldið að það myndi ganga yfir alla línuna en það virðist ekki vera afstaða ríkisskattstjóra í því, sko. Þannig að síðan það framvirkisamningar. Framvirkisamningar, þessar sala, þegar við lokum framvirkisamningum þá þarf það að vera söluhagnaður eða sölutap og það semst þá ekki að færa afkomuna til tekna í skattskilum fyrir en við innlausn. Og þannig að ef félag, þetta er svona dæmi, ef að félag gerir framvirkisamning, til dæmis kaup á hlutabréfum í X að nafnverði 10.000 og genginu 100 eða fyrir 1 milljón. Í samningnum kveðið á þóknun vegna samnings sem nemur 100.000. Við uppgjör á samningnum eftir 1 mánuð gengi bréfunum komið í 150, þannig að verðmæti þeirra 150.000. Og félagið eignast þannig hlutabréf í X að nafnverði 10.000 að verðmæti 1,5 milljón gegn greiðslu að fjárhæð 1,1. Þannig að þá hefur þetta félag hagnast 400.000 og þetta tekjufærist við uppgjör samningsins og ekki hagnaðarsölu hlutabréfa. Heldur þetta bara fjármagnstekjurinn skattleggjast eins og venjulega tekjur hjá fyrirtæki. Þannig að í reglunum segir bara að það skiptir engu máli hver undirliggjandi eign samningsins er. Það farið með tekjurnar alveg eins, sama hver eignin er. Nú, við vitum það að maður sjá hvernig var þetta ég sjá hvað á næstu glæru, svo ég sé nú Já, ok. Þannig að stofnverð hlutabréfanna í hendi félagsins verður þá 1,5 milljón, þannig að þegar það selur það
einhver tíma síðar er 2 milljónir, þá er söluhagnaðurinn bara 500.000 og það er söluhagnaður af hlutabréfum sem að má færa niður. Nú, við höfum síðan túlkað þetta þannig að framlenging á framlengingarsamningi telst vera lokunarsamningi og stofnun á nýjum. Hins vegar held ég að sé enga líkur að skatturinn muni nokkuð tímann skoða það. En það er mjög ólíklegt. En við hafum allan skrifað minnisblöð það að lokun á samningi, eða framlengingu samningi teljist lokun og svo er gerð nýr samningur. Þannig að það ætti þá að leysa inn, sem samningi sé framlengt bara í lok desember, að þá er að leysa inn afkomuna á honum og síðan þá er það komið nýr samningur. Nú, það hefur síðan verið þannig að sko bankarnir hafa oft sagt bara að við lítum á framlengingarsamning hlutabréf eins og bara lán til að kaupa hlutabréf og hafa í einhverju tilfellum gert samningana þannig upp fyrir einstaklinga. Þannig að í dæminu undan þá hefði bara inn á verðbréfasafn einstaklingsins komið 1,1 milljón sem stoppverð bréfanna í staðinn fyrir 1,5 milljón og og hann hafði ekki innleyst neitt hagnað af samningnum og svo þegar hann selur bréfin á 2 milljónir þá er 900.000 krónur sölugnar af hlutabréfum. En sem þú getur síðan þá jafnað á móti tapi. En sko þetta skiptir líka náttúrulega máli fyrir fyrirtæki. Já, ef fyrirtæki hefði tekið lán fyrir þessu, þá hefði náttúrulega ekki komin eitt söluhagnaður þegar borgar upp lánið. Ég meina það er bara vaxtagjöld á láninu, frádráttarbær og síðan er bara sala á hlutabréfunum. Þannig að það er mikill munur á þessu og að því sem ég kemst næst á fyrir að bankarnir vera að færa sig mikið yfir í þetta form varðandi hlutabréf. Allan svona því sem hann kemst næst. Allan að fara að bjóða meira upp á þetta heldur en það var áður. Áður fyrir voru framlengingarsamningar miklu algengari hvað þetta varðar þegar það var að gera stuttar samningar. Þannig að nú síðan er það kaupréttarsamningarnir að það er kaupréttarsamningar 9. grein laganna, tekjuskattslaganna, að það er reiknaður í reikningshaldi reiknaður kostnaður vegna kaupréttarsamninga áætlaður í upphafi og gjaldfærður í reikningsskilunum í samræmi við þá áætlun. En vegna þeirra óvissu sem ríkir annars vegar kostnaðinn, hver verður raunverulegur kostnaður kaupréttina og svo yfir höfuð hvort hann verði nýttur, að þá er þessi kostnaður ekki frádráttarbær skattskilum félagsins, enda byggður á einhverju reiknilíkunum sem að ég held að mig alveg segja að það er algjör tilviljun og það verður síðan að þetta endar eins og reiknilíkanið gerir ráð fyrir. Nú, skattframkvæmd hefur verið í samræmi við bindandi álit ríkisskattstjóra nr. 10/2013, en þá var félagi heimilt við afhendingu hlutabréfanna að draga frá skattstofni sínum þá fjárhæð sem er stofn til tekjuskatts hjá viðkomandi starfsmanni, sem þá mismunur á kaupverði og gangur hlutabréfanna við nýtingu. Þetta er sem heimild þessi frádráttur í skattskilunum þá í rauninni stofnin til tryggingagjalds og eftir atvikum stofn til fjársýsluskatts ef fyrirtæki fellur undir það. Þannig að skatturinn gerði tilraun til að falla frá þessu fyrir 2 eða 3 árum síðan. Þá var þeim bent á þetta ákvarðandi bréf og þá drógu þeir tilbaka. Þá vildu þeir meina að þú ættir í rauninni bara að fara með þetta eins og með bílahlunnindin, þú mætti þá aldrei gjaldfæra meira en raunverulegan kostnað sem að fyrirtæki verður fyrir og það er í sjálfu sér gjaldfæri kostnaður í félaginu er nánast engin því að þetta er náttúrulega bara hlutafjár gegnum eigið fé. Þannig að þetta stendur og það hefur farið á einhver mál farið eftir þetta sem þeir hafa ekki gert athugasemdir við. Sem þeir hafa samt sem áður skoðað. Nú ef kaupréttur er gerður upp með handbæri fé, þá er það náttúrulega bara að ræða eins og bónus og fara með greiðslur eftir því. Þú veist, ef þú ert í rauninni bara að
gera kaupréttarsamninginn sem viðmið er verðið á hlutabréfunum og þá er það bara frábært að hafa þetta bara sem laun. Nú, eins og fram hefur komið, þá hafa skattyfirvöld litið á gjaldfærslukostnað vegna kaupréttar til þann samkvæmt Black & Scholes sem ófrádráttarbæran kostnað og það svo sem ennþá þannig. En hins vegar þá hafa komið upp mál þar sem starfsmenn í dótturfélögum gera kauprétti og fá kauprétti í móðurfélagi. Og ríkisskattstjóri hefur hafnað þar gjaldfærslum á grundvelli þess að það sé engin kostnaður hjá dótturfélaginu við kaupréttina og þar af leiðandi er henni gjaldfærsla. Þannig að það er þá skilyrði í rauninni fyrir því að dótturfélagi geti gjaldfærst þessi hlunnindi að það sé kostnaður, rukkaður kostnaður milli félagana. Og við höfum svo sem gert þetta þannig, við höfum ekkert betra held ég en að rukka bara Black & Scholes kostnaði niður sem tilheyrir dótturfélaginu. Og ríkisskattstjóri hefur úrskurðað í einu máli þannig að þá hefur bara verið að tekjufærslan, endurrukkunin á Black & Scholes kostnaðinum er óskattskýld hjá móðurfélaginu. Sem þýðir basically að ef þú tekið verðan þá getur þú gjaldfært Black & Scholes kostnaðinn á móti sömu fjárhæð. Fjárhæðin sem er rukkuð niður er þá Black & Scholes kostnaður í dótturfélaginu og er ófrádráttarbær þar. Þannig að heildar ófrádráttarbæri Black & Scholes kostnaðurinn í samstæðunni er óbreyttur. Það er bara búið að færa niður eitt þrep. Já, þannig að það þarf að hafa þetta í huga að í samstæðum þar sem er kaupréttur í móðurfélagi, starfsmenn í dótturfélagi fá kauprétt í móðurfélagi. Og já, það hefur reynt á þetta í 2 málum sem ég veit um. Þannig að nú síðan er það kostnaður við kaup á eignum. Að það hefur nú verið svona oft lent í því að menn er að gjaldfæra eða vilja gjaldfæra kostnað við kaup á til dæmis hlutabréfum í öðrum félögum. Og þá er spurningin, er það frádráttarbær kostnaður til skaðs? Og ég held að það sé allir vafi tekinn á því í þessu hvað er þetta ekki, H-liður 6. greinar reglugerðarinnar, númer 13/2021 frádrátt frá tekjum að atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. Þar segir bara að kostnaður vegna sérfræðastoðar við stofnun fyrirtækja, kostnaður vegna sérfræðastoðar við kaup og sölu eigna telst eigið til rekstrarkostnaðar við kaup, telst þessi útgjöld hluti af kostnaðarverði og til eigna, kostnaðareignar og við sölu er þetta til lækkunar og söluverði. Þarna er svona alltaf hægt að síðan deila það að þegar þú ert að fara í svona kostnað eins og í áreiðanleika kannanir og svona, hvað er kostnaður sem nýtist fyrirtækinu beint? Þú veist, það er oft í þessum áreiðanleika könnunum kemur eitthvað fram sem að fyrirtæki getur nýtt sér til að laga eitthvað sem hefur ekki verið í lagi eða eitthvað sem maður má bara betur og þá er hugsanlega hægt að meta þetta með einhverjum hætti en í grunninn er þessi kostnaður bara á að færast inn á eignarhlutum í skattskilum alveg óháð því hvað það gerir í reikskilunum. Og sama er þetta með kostnaður vegna sérfræðastofu í stofnun og fyrirtækjum telst eigið til rekstrarkostnaður. Hann telst til toppkostnaðar og færist til gjalda samkvæmt 32. grein svo sem. Þá getur þú valið hvort þú færir hann til gjalda strax eða á 5 árum. En það já, þannig að nú síðan er það takmörkun á allt og fljótur að þessu takmörkun á frádrætti vaxtagjalda samkvæmt 57. grein B í lögum um tekjuskatt er kveðið á takmörkun á frádrætti vaxtagjalda og affalla umfram 100 milljónir
vegna lánaviðskipta við tengda aðila. Samkvæmt 4. málsgrein 57. grein eru tengdir aðilar eins og er skilgreint þarna. Gjaldfærslan takmarkast við 100 milljónir, umfram 100 milljónir, gjaldfærsla vaxtagjalda umfram 100 milljónir takmarkast við 30% hagnaði skattaðila. Það þau vaxtagjöld sem koma umfram ekki frádráttarbær. Þannig að fyrirtæki sem kannski farið það eftir bara þegar við förum hérna. Fyrsta lagi sjá skilgreiningin hvað átt við með 30% af hagnaði, af hvaða hagnaði, og það í rauninni þegar í lögunum þá byrjað neðst í framtalinu sem hagnaður samkvæmt ársreikningi og haldið síðan upp. Þetta basically bara hagnaður fyrir afskriftir og vexti og skatta pluss síðan arður frá félagi eða frá hlutdeildarfélaginu. Þannig að það hagnaðurinn sem við erum að tala og vaxtagjöldin takmarkast þá við 100 milljónir pluss 30% af þessum hagnaði. Þannig að félag sem með neikvæðan hagnað út af þessu fær samt getur alltaf fengið 100 milljónir. Félag sem með mikinn hagnað, það getur þá fengið 100 milljónir pluss 30% af þessum hagnaði. Þannig að þetta ekki þannig að félag sem ekki með, hvað maður segja, þessa skilgreindu EBITDA ekki með neina EBITDA þar að það fá ekki neitt, sko. Þannig að takmörkunin á frádrætti vaxtagjalda á ekki við þegar að vaxtagjöld eru greidd vegna lánaviðskipta samskattaðra félaga eða félaga sem uppfylla skilyrði samsköttunar, þannig að þau þurfi ekki að vera samsköttuð. Þau skal ég segja að þau þurfa bara að uppfylla skilyrðin. Og þá kemur ein spurningin í þessu, hvað með yfir landamæri? Verið að mismuna þarna íslenskum félögum umfram félaga á Evrópska efnahagssvæðinu. Við getum náttúrulega ekki samskattað, ekki yfir landamæri, þó við getum samskattað félög á Íslandi sem eigu erlends félags, systurfélög á Íslandi sem eigu erlends félags, en þarna má alveg velta fyrir sér, að félag sem bara félag í Lux og félag í Íslandi, 100%, það uppfyllir skilyrði samsköttunar, það getur bara ekki sótt hana því að það ekki íslenskt félag. Verið að mismuna hana, það fróðlegt að vita hvað kemur út úr því. Eiginfjárhlutfall samskattaðila, þetta á ekki við þegar eiginfjárhlutfall skattaðila eigi lægra en 2% stigum undir eiginfjárhlutfalli samstæðu sem hann tilheyrir. Þetta á þó ekki við ef eiginfé skattaðila var hækkað innan 6 mánaða, þannig að það farið svona einhverjar aðlaganir ef að eiginfé hefur breyst. Þannig að þarna ein leiðin til að komast hjá þessu, það að skoða þetta í hverju skipti. Skattaðili fjármálafyrirtæki, vátryggingafélag eða félag í eigu fyrrgreindra aðila sem starfar í sambærilegum rekstri, þá á þetta ekki við. Þannig að þetta alveg skemmtilegt. Það alveg skemmtilegt að þetta var rosalega óþægilegt að það skuli ekki vera stór skjár fyrir framan. Þetta það sem ég var að gera núna rétt áðan. Síðan svona dæmi, þar sem verið að reikna út ófrádráttarbær vaxtagjöld og þarna hagnaður tap samkvæmt ársreikningi. Og svo tekjuskatturinn, fjármagnsliðirnir, það endar þarna í einhverjum hagnaði upp á 1 milljarð. Þetta endar einhverjum hagnaði vegna takmörkunar á vaxtafrádrætti samkvæmt skilgreiningin fyrir milljarði, vaxtagjöldin eru 1,2 og þá heildar vaxtagjöldin sem getur fengið frá, eða hámarkið sem getur fengið, þá í rauninni 100 milljónir pluss 30% af þessum 1 milljarði og sem 421 miljón og þá eru 878 milljónir sem eru ófrádráttarbær vaxtagjöld í þessu dæmi. Þetta alveg getur verið stórar fjárhæðir náttúrulega.
Síðan hérna með verkloka aðferðina. Þetta alveg mjög skemmtileg aðferð. Nú ef félag beitir verkloka aðferð í skattskilum sínum þá mikilvægt að huga hvenær á að tekjufærð eða gjaldfærð kostnað. Það áhrifst að gera það þegar hægt að áætla tekjur og gjöld með sæmilegri vissu til verkloka. Þannig að það í rauninni ekki hægt að fresta innlausn tekna bara með því að sleppa því að setja gras fyrir framan húsið eða eitthvað. Þannig að þegar það komið þú getur áætlað með verulegri vissu. Síðan hin spurningin sem miklu skemmtilegri, að samkvæmt úrskurðum yfirskattanefndar þá átt að beita sömu aðferð í skattskilum og reikningsskilum nema skattalögin heimil annað. Það hvergi nokkurs staðar hægt að finna í skattalögunum einhver ákvæði megi nota verklokaðferð. Þannig að ef að fyrirtæki notar áfangaaðferð í reikningsskilum sínum þá á það bara að gera það í skattskilunum. Hins vegar ber á það að benda að ríkisskattstjóri ekkert endilega þeirri skoðun. Þannig að eins og staðan í dag mun ríkisskattstjóri aldrei gera athugasemdir við það að fyrirtæki noti verklokaðferð í skattskilum þó og beiti áfangaaðferð í reikningsskilunum. Og það bara ekkert svo gamall úrskurður yfirskattanefndar, 2015-16 eða eitthvað, þar vísar ríkisskattstjóri til verklokaðferðar í rökstuðningi sínum fyrir yfirskattanefnd. En þegar yfirskattanefnd heimila, þetta var heimilað árið 2000, eða úrskurður 2007 eða eitthvað, ef man ekki alveg árið, þá segir ríkisskattstjóri að yfirskattanefndar sé í lagi að nota verklokaðferðina í skattskilum að því að hún heimiluð í reikningsskilum. Það var heimilt á að nota verklokaðferð í reikningsskilum. En síðan bara hafa fallið ansi margir úrskurðir sem segja bara að þú átt að gera eins nema að þú getur fundið einhver rök fyrir því að gera eitthvað öðruvísi í skattalögum. Þannig að það er spurning hvenær skatturinn fattar þetta, ég veit það ekki. En síðan það með ósjálfstæða skattaðila. Ef félag á eignarhlut í ósjálfstæðan skattaðila þá þarf að bakfæra hlutdeild í afkomu félags sem setja inn hlutdeild í skattalega afkomu samkvæmt skattframtali viðkomandi félags. Þetta líka alveg mjög skemmtilegt viðfangsefni. Ef fyrirtæki á hlut í ósjálfstæðan skattaðila sem dæmi, segjum bara það þetta í ósjálfstæðan skattaðila í eina fasteign og eigi ekkert annað. Og þá hefur venjan verið svo að ósjálfstæða skattaðalinn gerir bara skattframtal og síðan skattstofnunin dreift á eigendur. En það að vera ósjálfstæða skattaðali þýðir það að félagið sem á hlut í ósjálfstæða skattaðalanum, þá ekki hlutabréf, heldur það á það hlut í eignum ósjálfstæða skattaðalanum. Þess vegna spyr ég, er eitthvað því til fyrirstöðu að ef að 2 fyrirtæki eiga hlut í ósjálfstæða skattaðala sem á fasteign og er eitthvað því til fyrirstöðu og fasteignin á fyrna fasteignin 3-6%, annar aðalinn fyrnin 3% sinn hluta og hinn 6%. Ég get ekki séð neitt af því. Þegar ósjálfstæði skattaðalinn eða þegar hlutafélagi sem ég á selur hlut þess í ósjálfstæða skattaðalanum, þá það ekki að selja hlutabréf, það að selja fasteign. Það að selja hlut í fasteign. Að mínum mati má það auka fyrnamótinu söluhagnaði. Þetta er ekki söluhagnaði af hlutabréfum, það er alveg ljóst. Og þess vegna sé ég ekkert, þetta er náttúrulega miklu auðveldar allir fyrning bara eins og að fyrningaskýrslan sé inn í ósjálfstæða skattaðalanum. En eðli mál samkvæmt þá er þetta á hlutafélagið hlut í eigninni og það hlýtur, fyrir annan aðalann getur verið mjög hagstætt að fyrna lítið, fyrir hinn aðalann mikið. Ég get alveg ekki séð neitt sem ætti að banna það. Síðan það með erlendar skattgreiðslufélaga. Erlendar skattgreiðslufélaga ekki frádráttarbær kostnaður á Íslandi, enda hér skattgreiðslur að ræða. Ef óskað eftir lækkun á tekjum félagsvegna skattur erlendis, að tekjur eru fram á skattframtali þess hér á landi, skal gera grein fyrir þeirri beiðni athugasemdum á forsíðu framtalis eða með bréfi. Það þarf að koma fram tegund tekna á fjárhæð greidd skatta erlendis í hvaða landi og á hvað beiðnin byggir.
Þessu til viðbótar þarf félagið að senda inn frumlið staðfestingar á greiðslu á skattinum erlendis, undirritað og stimplaða yfirvöldu viðkomandi ríkis og ekki fallist á skönnuð afrituð ljósrit. Ef skattar eru greiddir af tekjum erlendis í ríki sem Ísland hefur ekki tvísköttunarsamning við, þá takmarkast lækkun tekjuskatts við álagðan tekjuskatt hér á landi vegna viðkomandi tekjuárs. Þarna bara nýlegur úrskurður yfirstjórnarnefndar ef maður rétt, þar sem var farið fram á svona þar sem fyrirtæki hafi greitt verulega skatta erlendis, átti fullt af yfirfærlegu tapi, en var með skattskyldar hagnað árinu, sem gekk sábærum út tapinu og þá sem bara yfirskattanefnd, það engin skattar til greiðslu, það ekki til að lækka. Þannig að það þarna verið að mismuna, eða verið að tvískattleggja tekjurnar. Í þessu tilfelli, ef þetta hefði verið félag sem hefði verið með tvísköttunarsamning, eða land sem hefði verið með tvísköttunarsamning við, þá hefðu við fengið leiðréttingu á tapinu. Þannig að það svona, já, þetta allavega ekki það hefur verið að tvískattleggja í þessu tilfelli allavega til þessar erlendu tekjur. Nú síðan það með gjaldvarastyrki að frádrátturinn gjafa til almannaheilla skilgreindur í 15. grein reglugerðar frádrátt á tekjum atvinnurekstri og þarna frá tekjum eða sjálfstæðri starfsemi má draga einstaka gjafir að framlögð lögaðila sem nemur 1,5% af tekjum á því ári sem gjöf afhent eða framlagi veitt og síðan saman með kolefnisjöfnunina og það sem hefur breyst núna náttúrulega bara það að núna eru styrkir til almannaheillafélaga. Þessi styrkir þurfa að uppfylla það skilyrði að félögin sem þetta veita styrkin til séu á almannaheillaskrá Skattsins. Ef að félagið ekki, þá þetta bara ófrádráttarbært. Þannig að það þarf í rauninni að fara í gegnum eða láta fyrirtækin bara bóka þetta á sitthvort lykilinn að þau bara tékkja á því að styrkja til félag sem almannaheillaskrá. Þá fer það á þennan lykil sem frádráttarbært skatti og ef ekki þá það þá fer það á hinn lykilinn og þá ófrádráttarbært. Þannig að ég ekki að lesa í gegnum þetta allt saman en þetta er svo breyting sem orðið núna að þessar gjafir og styrkir þarf uppfylla þessi skilyrði. Nú síðan það bara þessi uppgjör erlendi mynt að það gildir til ákvarðandi bréf hvernig á að gera þetta, bréf númer 10 2023 og það bara reglan að rekstrartekjur og rekstrargjöld ársins eru umreiknuð á meðalgengi og eignir og skuldir á árslokagengi. Nú síðan undantekning að félögum heimilt að færa bókhaldi áfram í íslensku krónu samhliða bókhaldi í erlendu gjaldmiðli og gera skattinn upp til samræmis við bókhaldi í íslensku krónu. Og ef hvor aðferðin sem valið, þú þá að halda þig við hann í 5 ár. Það eru mjög fá tilfelli held ég sem að menn hafi valið að halda áfram að gera upp í, gera skattinn miðað við bókhaldi í krónum, en það til samt alveg dæmi það. Og þá, það sem gerist þar að skatturinn verður í engu samræmi, eða litlu samræmi við reksturinn í erlendri myntinni. Nú síðan það bara þetta skattalega ráðstafanir sem færast milli ára, það færast á milli ára íslensku krónu, bara í krónum, þannig að þetta eru skattalega niðurfærslu krafna, byrða, prestaði tekju, presta söluhagnað, dreifing gengismunar, þetta bara sama krónutala árið áður. Skattaleg fyrningarskýrsla á að vera í sömu mynt og ársreikningur, þannig og það hefur reynt. Það reyndi á það allan í einu máli eftir hrun þar sem fyrirtæki átti flugvélar. Flugvélar hafa markaðsverð í dollurum, skattalega fyrningarskýrslan hafa alltaf verið í krónum og það kom náttúrulega gigantískur hagnaður við söluna í krónum en náttúrulega miklu minni ef fyrningarskýrslan hefði verið í dollar og skattstjóri fælst á það að skattalega fyrningarskýrslan yrði leiðrétt. Þannig að þetta verið gert eins og það hefði verið dollurum frá upphafi. Nú síðan það bara samsköttunin að það með samsköttunin þá þarf náttúrulega að gera það í nokkrum þrepum. Fyrst að jafna
innan ársins hagnað og tap og þá ef hagnaður hærri en tapið þá færist hagnaður hlutfallslega eða tapið hlutfallslega á móti hagnaðinum og svo öfugt. Þannig að það er fyrsta þrepið. Næsta þrep, þá þarf að fara í töp sem hafa myndast innan samsköttunartímans og þar er úrskurður yfirskattanefndar sem segir að það sé val hvernig þú gerir þetta. Það var í greinargerðin sem fylgdi lögunum var var bara villa í dæminu og sem þýðir það að það er ekki ein leið rétt en önnur og þá getur til dæmis valið, þannig að maður þá heldur sig það við þá aðferð sem maður velur en ein leið væri að félag sem er með hagnað eftir jöfnun ársins klárar fyrst sín töp sem myndist í samsköttuninni væri svo með einhverjum hætti hinn töpin eða eins og ríkisskattstjóri gerði þetta alltaf hlutfallaði. Svo er ein önnur leiðin að fara bara alltaf í elsta tapið innan samsköttunarinnar og ég held að mörg fyrirtæki nota það og þannig en maður bara halda sig við þá aðferð sem var valin. Það sem við gerðum allan eftir þetta, við vorum með það aðferð að bara fast hjá okkur að fyrirtæki kláraði sitt tap fyrst en eftir að þessi úrskurður kom þá breyttum við í nokkur tilfellum þar sem í þá aðferð sem var bara hagstæðust og höldum okkur síðan við hana. Og síðan er það þá þrep 3 að þegar ef var ennþá hagnaður á einhverjum félögum eftir þetta að þá geta þau félög sem eiga töp frá því fyrir samsköttun nota sín eigin töp frá því fyrir samsköttun. Þess vegna er náttúrulega alltaf bara mikilvægt að fyrirtæki sækjum samsköttun og eru til mikið af yfirfærðum töpum fyrir samsköttunina að gera sér grein fyrir þessu og gera einhverju áætlanir hvort er kannski í sumum tilfellum er bara betra að bíða ef fyrirtæki sem á gömul töp er í hagnaði að þá kannski bara betra að bíða. Það er svona, já, það er alltaf svona spurning hvernig er best að gera það. Það er samt að taka með þetta ákvörðun þetta. Þannig að þetta var svona síðasta sem var á glærunum hjá mér. Síðan er kannski svona eitt mál sem við kannski líka má kannski aðeins nefna. Það var sýndar myndir, Bitcoin. Það er til ákvæðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 1/2022 Bitcoin sem segir að hagnaður Bitcoin sé söluhagnaður og sem þýðir það að þú átt að kannski að taka fram að það ákvæðandi bréf var skrifað út frá einstaklingum. Það eru til 3 úrskurðir yfirskattanefndar fyrir þennan fyrir þennan tíma sem segir líka að þetta sé lausafé. Síðan er til núna nýlegir úrskurðir yfirskattanefndar í virðisaukaskattsmálum sem segir að Bitcoin sé fjármálagerningur. Og það er náttúrulega mikill munur fyrir fyrirtæki hvernig á að fara með hagnaða fjármálagerningi annars vegar að lausafé hins vegar. Ef þetta er fjármálagerningur þá borgaru hagnaðinn af þessu bara ef þú kaupir Bitcoin á 100 í desember og hann komin í 200 í lok desember þá borgaru hagnaðinn strax af hækkuninni ef þetta er fjármálagerningur. En ef þetta er lausafé þá bara borgar það vinlaust í samkvæmt þessum úrskurðum. Og en málið er náttúrulega það að þú veist að sama eign getur ekki verið lausafé hjá einstaklingi og fjármálagerningur hjá fyrirtæki. Það hlýtur að vera sams konar eign hjá báðum. Þannig að staðan er núna svo að samkvæmt virðisaukaskatti er þetta fjármálagerningur og það er farið með það þannig en tekjuskatti er þetta lausafjármunir, eða lausafé. Og samkvæmt lögum hryðjuverk, peningaþætti, þá allan að má túlka það frekar þannig að þetta sé fjármálagerningur heldur en lausafé. En skatturinn, ég er búinn að ræða þetta við á það, skatturinn stendur allan eins og er við bara að þetta sé lausafé. Þannig að, og þeir hafa sett með þess tilkynningu á síðu hjá einhverjum svona aðilum sem eru í svona Bitcoin fjárfestingum það, að það sé lausafé hjá félögum og ég ekki að tekið fyrir þetta fyrir en
fyrir en við innlausn. En það verður mjög fróðlegt að sjá hvort það gerist eitthvað í þessu. Það er þannig mjög skrítið að þetta sé ekki samskonar eign bæði í vaski og tekjuskatti. En það var svo sem ekkert annað frá mér. Ég held að þetta er ekki akkurat á tíma, það er nokkuð veginn. Þannig að slaka á þessu. Takk fyrir bara. Við þökkum Steingrími fyrir mjög áhugavert erindi og alltaf gott að fá svona yfirferð á þessum helstu málum sem að snúa að skattstofni félaga. Næstur á dagskrá og síðasta erindi dagsins er Jón Ingi Ingibergsson sem ætlar að fara yfir svona helstu breytingar á lögum og sköttum og gjöldum á síðasta ári og það sem var núna, það kom til núna áramótin. Jón Ingi er lögfræðingur og sviðsstjóri skatta og lögfræðisviðs PwC. Gjörðu svo vel. Já, hvernig set ég hérna glærurnar upp? Takk fyrir mjög áhugaverðan fyrirlestur, Steingrímur. Þetta hérna kannski að því þú fórst yfir í Bitcoin mining hérna í lokin. Mér finnst þessir úrskurðir yfirskattanefndar núna sem að hafa verið að falla núna på síðkassi tengdum virðisaukaskatti vera mjög áhugaverðir vegna þess að hérna það breytir sko eins og ég skil ríkisskattstjóra og yfirskattanefnd að þá skiptir svolítið miklu máli sko jafnvel þótt að oft er þetta erlendir aðilar að flytja inn tölvubúnað hingað til Íslands og eru í tölvubúnaðurinn sjálfur kannski ekki endilega að mæna heldur hann að taka þátt í að selja erlendum aðilum einhverja rafrænt afhenta-þjónustu sem notuð til að mæna erlendis. Og skattyfirvöld hérna heima segja þá að því að þú ert að selja part af því sem er notað í mæning, að þá er það ekki vasskild starfsemi. Ég er ekki sammála þessu og þetta gerir það að verkum að í rauninni fyrirtækin hérna sem eiga tölvubúnaðinn hérna í gagnaverunum hérna heima, þau þurfa að vita nákvæmlega hvers vegna í rauninni erlendi aðilin eða hvaða þjónustu erlendi aðilin sem er að kaupa af þeim þjónustu er að nota í rauninni þessa vöru sem er rafrænt af þjónusta í hvað er verið að nota hana. Þannig að fyrir mér er þetta mjög áhugavert og ég er ekki alveg, eins og svo oft sko, þá er ég ekki sammála ríkisskattstjóra eða yfirskattanefnd. En já, ég ætla að fara yfir skattalega breytingar, svona helstu breytingar sem urðu núna áramót og af því að þær voru svona frekar fátæklegar að þá ætla ég líka að fara yfir svona einhverjar breytingar sem urðu á miðju ári 2024 og aðeins í lokin að fara yfir bara kannski svona helstu mál sem hafa verið að koma upp hjá okkur á skattasviði PwC svona síðustu misseri og ég skal viðurkenna það, mér fannst flottur fyrirlestur og dýnamískur og skemmtilegur, það er erfitt að koma á eftir þessu með með eitthvað svona. Ég er að láta ykkur vita því að tekjuskattur eða staðgreiðslan var að hækka 0,01% á einstaklinga og það er útsvarið sem hækkar. En já, nú skil ég hvað átti við með að þetta væri svona lítið letur. En þrepamörkin þau eru að hækka um 5,8%, þannig að það er einhver breyting þar. Þetta verður svona frekar fljót yfirferð til að byrja með, en svo þegar ég fer yfir svona áhugaverð álitaefni þá kannski stöldur við aðeins við. Persónuafslátturinn, hann er líka að hækka. Ég ætla ekki að fara að þylja upp þessar fjárhæðir. Þið sjáið á glærunni og ég gerir ráð fyrir að þið fáið aðgang að þessum glærum. Þið sjáið þar hver breytingin er að verða á milli mánaða og svo á milli ára og eins hvernig skattleysismörkin er að hækka.
skattfrelsismörk erfðafjárskatts, þau taka alltaf breytingum miðað við þróun vísitölu neysluverðs og hækka núna í takt við það, en hlutfallið það óbreytt. Sjá, þetta er ekki hérna. Já, en útvarpsgjaldið og gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, það líka að hækka. Það hækkar ekki í takt við vísitölu neysluverðs, heldur 2,5%. Og í fyrra hækkaði þetta ekki heldur í takt við vísitölu neysluverðs, það var venjan, þá hækkaði þetta 3,5%. Þannig að þetta er aðeins að hækka minna núna heldur en var árin á undan. Barnabæturnar eru í rauninni að hækka á milli ára og skerðingamörkin líka, og það er kannski vert að ef við horfum einhverja mánuði og ár aftur í tíman, að þá var síðan líka gerð umtalsverð breyting á barnabóta, eða hækkun á barnabótum í tengslu við lífskjarasamningarna sem voru samþykktir fyrir ekki svo löngu síðan. Þannig að núna er ennþá meira verið að gera fyrir barnafjölskyldur eða styðja við þær í gegnum barnabótakerfið. Fjárhæðir með hverju barni eru líka að hækka, en viðbóta barnabæturnar þær standa í stað. Svo er skerðingarhlutfall með hverju barni, það fer niður úr 4% úr 5 í 4. Já, vaxtabæturnar, enga breytingar. Enga breytingar þar og enga breytingar heldur á tryggingagjaldi. Það er auðvitað alltaf ákall það að tryggingagjaldi lækki, en það voru enga breytingar þar á núna. Krónutölugjöldin, ég ætla ekki að þylja upp allar þessar fjárhæðir. Krónutölugjöldin eru að meginstefnu til að hækka 2,5%, en þið sjáu það hérna á þessari töflu að kolefnisgjaldið það er ekki hækkun 2,5%, heldur er 59% hækkun þar á, sem er auðvitað umtalsvert. En það voru kannski, það sem kemur ekki fram á glærunni, það voru enga breytingar gerðar á kílómetragjaldi fyrir tengiltvinnbíla og rafmagnsbíla. Það er helst ennþá óbreytt. Gjald á nikótínvörur. Núna áramót var lagt sérstakt gjald á þær. Þið hafið örugglega séð einhverja umfjöllun þetta í fjölmiðlum. Síðast í gær sem ég sá einhverja frétt þar sem að þeir sem voru að selja nikótínvörur voru að tilkynna það hversu mikil hækkunin var á einhverjum púðum og eitthvað annað, einhverju slíku. En aftur, ég ætla ekki að vera að fara sérstaklega yfir það nákvæmlega hver hækkun eða hvert gjaldið er, þið getið séð það á glærunni. Tekjuskattur lögaðila. Í fyrra, þið munið eftir því, það var komin í lögin bráðabirgðaákvæði sem kvað á það að það skyldi vera 1% stigs hækkun á tekjuskatt lögaðila. Þannig að tilviki hlutafélaga og einkahlutafélaga þá fóru hlutfallið í 21%. Margir sem bjöggust við því að jafnvel þótt að var að ræða bráðabirgðaákvæði þá yrði þetta til frambúðar. En úr varð sem sagt að þetta fór aftur niður í 20 núna áramót og eins með sameignir og samlagsfélögin, það fór niður í 37,6%. Og þetta gildir líka í rauninni lögaðila með takmarka skattskyldu á Íslandi, það lækkaði það hjá þeim líka. Það er ánægjulegt. Dálítið merkileg breyting finnst mér sem varð á gistináttaskattinum. Fyrst kannski bara láta vita því að í rauninni gjaldið hækkar þarna fyrir gistaðstæði og tjaldstæði og fleiru úr 300 í 400 og á gististaði flokkum 2-4 úr 600 í 800
og skemmtiferðaskipum á hringferðum landið. Þar gistináttagjaldið 400 krónur. Merkilega finnst mér að gistináttaskatturinn ekki lengur vaskskyldur. Mér fannst alltaf svolítið skrítið að leggja virðisaukaskatt ofan á gistináttaskatt. Önnur merkileg breyting innviðagjald sem lagt á hvern og einn farþega á skemmtiferðaskipum í millilandasiglingum. Það sem sagt 2.500 krónur á hvern farþega og þegar ég las lögin þá kveðið sérstaklega á það í lögunum að gistináttaskattur sé ekki lengur vaskskyldur, en ég gat ekki lesið það kannski beint úr lögunum að innviðagjaldið væri undanþegið virðisaukaskatti. Ég hringdi í ríkisskattstjóra sem sagði mér að innviðagjaldið væri undanþegið, þannig að ég treysti því allavega núna til að byrja með. Það var orðalagsbreyting örlítil breyting varðandi í rauninni félög sem eru á almannaheillaskrá. Lögin fyrir breytingu kveða á það að félögum á almannaheillaskrá heimilt að stunda atvinnustarfsemi innan þeirra marka sem tilgreind í samþykktum þeirra og leiða má beint að tilgangi lögaðilans. Einnig heimilt að stunda starfsemi sem aðeins óverulega fjárhagslega þýðingu með tilliti til heildartekna félagsins. Og breytingin núna áramót í rauninni, hún á að vera til þess að skýra það og skerpa á því að almannaheillafélög séu ekki í of umfangsmikilli atvinnustarfsemi. Og þá í rauninni eins og ákvæðið núna að þá heimilt að stunda takmarkaða atvinnustarfsemi til fjáröflunar innan þeirra marka sem tilgreind í samþykktum hans og leiða má beint að tilgangi lögaðilans og atvinnustarfsemi og atvinnustarfsemin hefur aðeins ófjárhagslega þýðingu með tillit til heildartekna hans eða óverulegur hluti af heildarstarfsemi. Þetta taldi í rauninni ráðuneytið einhvern veginn auka mjög mikið skýrleika ákvæðisins. Aftur ekki, mér finnst þetta ekkert auka neitt svakalega mikið á skýrleikan, en úr varð jafnvel þótt að það hefur komið fram talsverðar athugasemdir við frumvarpið á sínu tíma, að þá varð úr að þetta var samþykkt. Önnur breyting sem sætti talsverðri gagnrýni þegar frumvarpið kom fram í haust, það breyting á regluverki sem kveður á stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. Þegar frumvarpið kom fram þá var það aðeins öðruvísi heldur en það sem var samþykkt svona á endanum. En þetta eru svona þær helstu breytingar sem fóru í gegn. Frádráttarhlutfall og hámarksþak á frádráttarbæran kostnað helst óbreytt á milli ára. Breyting sem verður að það bara hægt að framlengja vegna sama verkefnis þrisvar, en svo kveðið á það hægt að sækja staðfestingu á nýju verkefni sem byggir á eldra verkefni ef sýnt fram á einhverjum áfangamarkmiðum hefur verið náð. Og núna Rannís getur afturkallað staðfestingu ef í rauninni verkefni byggðist á okkur röngum að villandi upplýsingum. Og Rannís heimilt eftir á að kalla eftir upplýsingum og gögnum til staðfestingar á því hvort að upplýsingar hafa verið rangar eða villandi. Og ef að þær eru rangar eða villandi og í rauninni verkefni afturkallað, þá getur ríkisskattstjóri beitt 25% álagi. Ákvæði sem voru ekki framlengd. Já, þetta eru ákvæði sem tengjast voru ívilnanir varðandi rafmagnshjól og reiðhjól.
hún fallin úr gildi, vaskívilnum sem sagt, og í rauninni lagt upp með það að í rauninni það verði hægt að sækja styrk í gegnum Orkusjóð. Þetta ekki ennþá komið í gegn til styrkta kaupum á rafmagnshjólum, en það breytir því ekki að reiðhjól eru núna 24% dýrari væntanlega heldur en voru áður, eða fyrir áramót. Og skattfrádráttur vegna hlutabréfa kaupa einstaklinga í sprotafyrirtækjum, hann var ekki framkvæmdur. Aðeins úr skattmatinu, þetta nú svona bara það sem ég fannst að því þetta hefur verið svolítið í umræðunni núna upp á síðkasti, það eru í rauninni það er hækkuð svo fjárhæð sem fyrirtæki mega í rauninni nýta fyrir starfsmenn, gjafir eða hvað einn annað, hækkar 10.000 krónur úr 175.000 krónum í 185.000 og skerpt á þessu ákvæði. Ég hef munið eftir því sem kom upp fyrir alltaf jólin í fyrra, líklega frekar en hitti fyrra, það sem var þessi umfjöllun það hvernig gjafir launagreiðendur mega gefa starfsmönnum sínum, hvort að bankakort væru skattskyld eða ekki. Núna kemur fram sérstaklega í skattmatinu að peningagjafi launagreiðenda til starfsmanna teljist alltaf til skattskyldra tekna viðtakanda, hvort sem gjöfin í beinhörðu peningum, innleggja á bankareikninga eða afhending á hvers konar kortum sem fær skipt fyrir peninga. Það var bara að skerpa ennþá meira á þessu. Aðeins þessar breytingar sem ég að fara yfir núna, þær komu til á miðju árið 2024. Þetta kemur frá skattinum. 2 mánaða uppgjörstímabil, það er almenna reglan í vaski, en það á ekki við þá sem eru skráður á landbúnaðarskrá og svo og ekki þá sem eru skráður að nýju á vaskskrá eftir að hafa verið felldir af skrá vegna svaraleysis, né þá sem eru skráður á vaskskrá eftir að aðili sjálfur, eigandi, framkvæmdastjóri eða stjórnarmaður, síðan eða félag hefur orðið gjaldþrota 5 árum fyrir skráningu. Og ársuppgjörstímabil, það er ekki lengur þannig að þeir sem að selja fyrir minna en 4 milljónir á almanaksári fari sjálfkrafa í ársskil, heldur þarf að sækja það sérstaklega. En þeim er ekki heimilt að fara í ársskil sem eru skráðir frjálsri skráningu eða aðilar á landbúnaðarskrá og vaskuumboðsmenn. Þetta kemur líka til á miðju ári 2024, breytingar á hlunnindamati þeirra sem eru á rafmagnsbifreiðum. 1. júlí er það þannig að í rauninni hlunnindi á að reikna sem 20% af kaupverði rafbifreiðar í stað 25% áður, og ef að sá sem er með bifreiðarnar greiðir sjálfur rekstrakostnaði þá lækkar hlutfallið í 17%, ef hann greiðir bara sjálfur fyrir rafmagnið þá er það 19%, og ef að rafbíllinn er keyptur, eða ef hluti kaupir sér greiddur með styrk frá Orkusjóði þá er útreikningu bifreiðarhunda miðast við kaupverðið að frádregnum styrknum. Hérna eru bara leiðbeiningar, þetta kom frá skattinum líka á miðju ári, leiðbeiningar skattskyldur hlaðvarpa. Mér finnst líklegt að þessar leiðbeiningar komi til vegna þess að skatturinn hefur orðið þess áskynja að þeir sem væru að reka hlaðvörp væru ekki að meðhöndla þau verðmæti sem þau eru að fá, hvort sem það er peningar eða einhver önnur verðmæti og gera það upp á réttan máta skattalega. En þarna er skerpt á því að tekjur af hlaðvörpum eru skattskyldar og eins vatnskyldar, 24% þrepi, og tekjur í öðrum en peningum eru líka skattskyld.
Mér finnst líklegt að það hefði margir verið að reka hlaðvarp og fengið greitt í öðrum peningum. Þá það hvaða svona skattamál hafa verið að koma upp hjá okkur á skattasviði PwC svona undanfarið misseri, eitthvað sem mér finnst áhugavert og spennandi. Í fyrsta lagi kannski tengist skráningu á virðisaukaskattskrá. Það þannig, það sem hefur verið að gerast núna að félög hafa hugsanlega í rauninni hafið einhverjar byggingaframkvæmdir, innskattað á almennu númeri félags og svo í rauninni kannski verið meðvituð það þau áttu að sækja sérstaka skráningu. Þau sækja sérstaka skráningu afturvirkt og hafa fengið sérstaka skráningu afturvirkt, sækja svo óska eftir því við skattinn að innskattur sem var færður á almennt númer félagsins verði færður á sérstakt númer. Þangað til bara núna á miðju síðasta ári þá hefur þetta allt verið gert án þess að ríkisskattstjóri hafi lagt á álag og dráttarvexti. En það gerist í rauninni bara svona bara að því mér finnst bara dálítið skyndilega að ríkisskattstjóri breytir kúrs og leggur álag og dráttarvexti þegar innskattur færður á milli vasknúmera. Og þetta geta oft verið mjög háa fjárhæðir og það breytir ekki máli að því virðist, skiptir ekki máli þótt að félagið hafi jafnvel fengið frjálsa skráningu á virðisaukaskattskrá og eignin þegar kannski byrjað að leigja út með virðisaukaskatti, ríkisskattstjóri tekur ekki tillit til þess. En þetta auðvitað dálítið, mér finnst bagalegt þegar að í rauninni einhver framkvæmd hefur verið við lýði í mjög langan tíma og svo tekur ríkisskattstjóri allt í einu ákvörðun að breyta einhverja aðferðafræði án þess kannski endilega að koma þeim skilaboðum út til ráðgjafa eða félaga sem í þessari starfsemi. Það eitthvað sem mér finnst bagalegt. Annað sem að koma upp og kannski ekki endilega gagnvart skattinum heldur eitthvað sem að ég verð bara þess áskynja að það verður að brýna fyrir fyrirtækjum sem eru að kaupa þjónustu frá erlendum aðilum. Og erlendu aðilarnir koma til Íslands til þess að sinna einhverju starfsemi að brýna fyrir þeim að fá erlenda aðilann til að óska eftir undanþágu frá skatt á Íslandi á grundvelli tvísköttunarsamninga. Ef að erlendu aðilarnir að sinna einhverju vinnu á Íslandi þá hvílir svo skylda á íslenska kaupandanum að halda eftir staðgreiðslu nema að erlendi aðilinn hafi sótt undanþágu. Og meira að segja þannig að þegar erlendi aðilinn hefur fengið undanþáguna að þá á íslenski aðilinn samt sem áður gerir ríkisskattstjóri kröfu að íslenski aðilinn hann skili skilagrein það sem bara tilgreindur skattur 0. Þannig að ríkisskattstjóri að halda utan þessa í rauninni utan það hvaða erlendu aðilar að sinna einhverju vinnu á Íslandi. Bara auðvitað, það kannski líka punktur númer 2, það kannski það sem að ég held að vel flest fyrirtæki gerir sér grein fyrir því að það þurfa að sækja sérstakar eða fá erlenda aðilann til þess að sækja undanþágu vegna arðs, vaxta eða þóknunargreiðslna. Það það sama þar. Svo það bara þessi milliverðlagningarmál. Þið þekkið þetta örugglega vel flest. Maður verður alltaf að brýna fyrir fyrirtækjum að auðvitað sinna þeirri skyldu sinni að útbúa þessar milliverðlagningarskýrslur og uppfæra þær reglulega.
Það eru, og þið vel flest þekkið örugglega þessi mál sem eru að koma upp tengt bifreiðahlunnindum. Hún Elín Alma talaði þetta það áðan að ríkisskattstjóri er með mjög hátt vinningshlutfall fyrir yfirskattanefnd, en ég er samt þeirra skoðunar að mér finnst yfirskattanefnd stundum ekki endilega allt og sanngjörn, sérstaklega í nokkur málu sem tengjast bifreiðahlunnindum og margir úrskurðir sem hafa kannski sem mér finnst ekki vera meðhöndlaðar á sama máta. Eitt dæmi til dæmis mál tengdu bifreiðahlunnindum sem mér fannst vera meðhöndlað á sérkennilega máta var eigandi bifreiðar hafði umráð yfir bifreið sem var skráð torfærubifreið. Það var eitthvað svona risa bifreið sérútbúin til fjallaferða eða jöklaferða. Ég held að hver sem hefur sæði þessa bifreið sæði að hún er ekki til brúks í þéttbýli, leggur henni hvergi eitthvað staðar miðsvæðis. En ríkisskattstjóri einhvern veginn og yfirskattanefnd hengdu sig bara í, það er bara orðalag, ef að eigandi hefur umráð þá er þetta bara ótakmörkuð hlunnindi. Mér finnst alveg þurfa að horfa í það hvers eðlis bifreiðin er líka, hvort hún er tæk til þess að nota hana. Steingrímur fór yfir áðan fasteignir í eigu hluthafa félaga. Þessi mál er að koma núna upp í mjög miklu mæli og ég ætla svo sem ekki að fara neitt ítarlega yfir það hvað gerist ef að eignir eru í eigu hluthafa, en ég hef velt því upp hvað ef að félagið á 50 fasteignir og er bara fasteignafélag með eignir í útleigu. Er þið sama meðhöndlun þá á þessar einu eign sem eigandinn er að leigja? Mér vitandi, þekkir það Steingrímur, hefur þetta svoleiðis mál komið upp? Já, ég væri samt alveg til í að fá eitt svoleiðis mál. Þetta er líka spennandi, Airbnb, þetta er 10 íbúðir í Airbnb, Já. 60% útleiga, það þýðir það. Enn sem komið er að þá er þessi mál svona frekar einföld. Þetta er oft bara ein fasteign sem félagið á og eigandinn á notana. Ég býð spenntur eftir einhverju svona aðeins meira djúsi máli tengdu þessu. Og næsti punktur, nú er ég alveg að vera búinn, næsti punktur tengist virðisaukaskatti og síðasti punktur þar tölvubúnaður í gagnaverum. Ég var svo sem búinn að fara aðeins yfir það með ykkur áðan. Það tengist þessu mæning öllu saman. En það verður auðvitað brýna fyrir erlendum aðilum sem koma hingað að það er ekki nóg að sækja bara undanþágu á grundvelli tvísköttunarsamninga til þess að sleppa við þegar að kaupandi þjónustunnar haldið til staðgreiðslu, heldur eiga þessir aðilar líka að skrá sig á virðisaukaskattskrá á Íslandi. Og þessi mál tengdum sem ég myndist á tölvubúnaður í gagnaverum, það eru það er búið að vera svolítið mikið þau núna og mörg álitaefni sem tengjast því. Nei, þetta eru erlend fyrirtæki sem komu með hitt. Jú, einstaklingarnir, en það er þannig að ríkisskattstjóri hefur litið svo á að ef að fyrirtæki kemur hingað til þess að sinna einhverju þjónustu til skemmri tíma, fyrirtæki fær undanþágu á grundvelli tvísköttunarsamninga, þá hefur ríkisskattstjóri allavega sagt við okkur að einstaklingarnir séu ekki skattskyldir á Íslandi séu þeir skefinu 6 mánuði ef þeir eru að vinna hjá fyrirtækinu sem hefur fengið undanþáguna. Síðasti punkturinn, það er eitthvað sem að Steingrímur fór yfir líka. Það er mismunandi meðhöndlun reikningshaldslega og skattalega á vöxtum. Og Steingrímur vísaði í úrskurð frá
2022 þar sem að álag var fellt niður en ríkisskattstjóri keyrir á þessi mál núna og beitir fullu álagi sem mjög sérstakt. Þetta enn eitt máli þar sem ég ekki sammála yfirskattanefnd eða ríkisskattstjóra og svona meira að segja þegar ég var að skoða þetta á sínu tíma þá mér minnir að í greinargerð með frumvarpi til ásetningarlaga sé talað það að það sé mjög víða sem að skattaleg og reikningshaldsleg meðöllum sé ekki á sama máta. Þú kunnir að gera hluti upp öðru sér reikningshaldslega heldur en skattalega og það pósitíft ákvæði í tekjuskattslögum það að megi gjaldfæra vexti. Þannig að ég væri alveg til í að fá niðurstöðu dómstóla í þetta mál. Þannig að það já. Ég er að hugsa fyrirtæki sem með lífeyrisskuldbindingu, þau færa greiðslurnar til lækkunar á skuldbindingunni og gjaldfæra síðan hækkunina og það alltaf bakvært svo gjaldfærsla og alltaf sett bara inn greiðslan til einstaklingana. Okay. Ef að það bannað að gera þetta reikningshaldslega og skattalega á einhvern mátan, þá allt í einu gjaldfærslan á hækkun lífeyrisskuldbindingunum og skattfrjáls? Ég bara spyr. Já, ég veit, ég get ekki svarað. Við erum að tala sé marga 100 milljóna. Svaraðu, endilega, fáðu mikrofónin. Ég annars búinn, þannig að Það til úrskurður yfirskattanefndar það. Okay. Sem segir, það til úrskurður yfirskattanefndar segir að bankar megi gjaldfæra lífeyrisskuldbindinguna eins og hún kemur fyrir. Það fór sjávarútvegsfyrirtæki með svona mál fyrir yfirskattanefnd og spurði, megum við ekki gera það sama? Og svarið frá yfirskattanefnd var nei, þið megum ekki gera það sama og rökstuðningum var af því bara. Þannig að það úrskurður. Það mjög algengt. Herru, takk fyrir þetta Steingrímur og takk fyrir mig. Með eina spurningu, þið ráðið hvort eitthvað svarar. Með leigusamninga, hvernig það nú sem félög að beita fyrir 16, færa leigu eign og leigu skuld, þetta var afskriftir og vaxtagjöld, önnur beita reglur reikningsskilráðs nr. 6, gjaldfæra bara leigugreiðsluna, hvernig endar þetta í skattskilunum? Okkar skoðun á þessu svo að eigi að gera þetta eins skattalega og reikningshaldslega, en við vitum að afstaða ríkisskattstjóra ekki svo sama. Þeir segja að það sitji fullt á úrskurðum yfirskattanefndar að eigi að gjaldfæra leigu miðað við greidda leigu og þeir halda sig við það og við höfum gert þetta þannig, á þeirri forsendu ekki vilja fara með þetta eitthvað í vesen. En okkar skoðun samt að eigi að gera þetta eins skattalega og reikningshaldslega. Þökkum Jóni fyrir góða yfirferð. Þá þetta bara komið hjá okkur í dag. Ég gerir ráð fyrir að bæði streymið og þessar glærur verða aðgengilegar á heimasíðunni, eða ekki? Í framhaldi af ráðstefnunni. En þá bara slítum við formlega ráðstefnunni og þökkum fyrir gott hljóð og góða fyrirstað.